Góðan daginn. Ég ætla að byrja á því að bjóða ykkur hjartalega velkomin á þessa ráðstefnu Vinnueftirlitsins sem ber heitið Meira vinnur vit en strit og mun fjalla ýmsa þætti sem varða heilbrigtt stoðkerfi. Ég heiti Gunnhildur Gísladóttir og sérfræðingur á heilsu- og umhverfissviði hjá Vinnueftirlitinu og ráðstefnustjóri hér í dag. Ráðstefna þessi haldin í samstarfi og með stuðningi Vinnuverndarstofnunar Evrópu sem árlega stendur fyrir átaksverkefni ýmis mál varða öryggi og hollustuhætti í vinnuumhverfinu. Í ár og næsta ár mun átaksverkefni snúast hæfilegt álag, heilbrigt stoðkerfi, það að segja hvernig hægt að koma í veg fyrir stoðkerfisvanda inni á vinnustöðum og hvernig við þurfum að fara að líta á það sem sameiginlega samfélagslega ábyrgð að bæta líkamsbeitingu og aðbúnað starfsfólks. Þegar við í verkefnahópnum vorum að velta fyrir okkur efni ráðstefnunnar hér í dag, þá var sú spurning ansi áleitin af hverju gerum við ekki meira þegar við vitum svona mikið stoðkerfisvanda og afleiðingar hans. Því eiga erindin hér í dag það öll sammerkt að benda á leiðir og velta upp möguleikum á að bæta líkamsbeitingu og koma í veg fyrir stoðkerfisvanda einstaklingsins vegna og samfélagsins vegna. Við fengum til liðs við okkur úrvalsfyrirlesara og ég veit að þeir eiga eftir að fá okkur til þess að velta þessu betur fyrir okkur og ég vil benda á að hægt að skrifa hér í samskiptakerfinu spurningar sem ég mun síðan bera upp við fyrirlesarana. En okkur ekkert að vanbúnaði og við byrjum og ég vil biðja Ásmund Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra að setja ráðstefnuna. Gjörðu svo vel, Ásmundur Einar. Ágætu ráðstefnugestir, það mér heiður að fá að opna þessa ráðstefnu sem fengið hefur heitið Meira vinnur vit en strit. Það mér jafnframt heiður að fá að ávarpa hér hóp sérfræðinga sem koma með einum eða öðrum hætti að forvörnum á vinnustöðum og þjónustu við einstaklinga með stoðkerfisvanda. Markmið ráðstefnunar að varpa ljósi á þann víðtæka stoðkerfisvanda sem vinnandi fólk glímir við og benda á lausnir. Stoðkerfisvandi útbreiddasta vinnutengda heilsufarsvandamál Evrópu og ein algengasta orsök örorku, veikindaleyfa og ótímabærar lífeyristöku. Fyrir vikið dregur stoðkerfisvandi ekki einungis úr lífsgæðum einstakra starfsmanna, heldur hefur hann neikvæð áhrif á samfélagið allt og þá ekki síst efnahagsleg áhrif þar sem atvinnulífið verður af kröftum fólks á vinnufærum aldri. Það margar aðferðir þekktar til að koma í veg fyrir vinnutengdan stoðkerfisvanda og ótrúlegt að enn þann dag í dag séum við að horfast í augu við að helsta orsök örorku hér á landi séu stoðkerfissjúkdómar hjá einstaklingum 40 ára og eldri. Þannig stoðkerfisvandi aðal orsök örorku bæði hjá konum og körlum, þó hlutfallið sé áberandi hærra hjá konum. Þar hljótum við sem samfélag að geta gert betur. Þess vegna fagna ég þessu samstarfsverkefni Vinnuvernd allra hagur, hæfilegt álag, heilbrigt stoðkerfi 2020 til 2022. Þar sem Vinnueftirlitið hefur kallað saman samtök aðila vinnumarkaðarins, félagsmálaráðuneytið og VIRK til að leiða saman hesta sína í því skyni að auka vitund á mikilvægi forvarna á vinnustöðum. Markmið þessa 2 ára verkefnis að efla vitund atvinnurekanda, starfsmanna og annarra hagaðila vinnutengd stoðkerfisvandamál og afleiðingar þeirra sem og að kynna aðferðir til að koma í veg fyrir eða draga úr slíkum vanda á vinnustöðum. Ennfremur markmiðið að upplýsa mikilvægi forvarna gegn vinnutengdum stoðkerfisvanda og hvetja alla hlutaðeigandi til að vinna saman að forvörnum. Mér það því sönn ánægja að segja ykkur frá því að ég hef ákveðið að styrkja þetta verkefni þannig að unnt sé að gera kynningar og fræðsluefni mikilvægi forvarna á vinnustöðum landsins. En efninu verður í senn ætlað að ná til atvinnulífsins sem og þátttakenda á vinnumarkaði. Ljóst að einfaldar ráðstafanir á vinnustað geta dregið verulega úr neikvæðum áhrifum á stoðkerfi starfsmanna, en þar fer saman ábyrgð atvinnurekanda og ábyrgð starfsmanna. Slíkar aðgerðir oftar en ekki til hagsbóta fyrir alla aðila, hvort sem starfsmanninn eða atvinnurekandann og ekki síður þá samfélagið í heild. Við viljum að fólk haldi heilsu starfsævin á enda, en þegar í óefni komið, getur snemmtæk íhlutun komið í veg fyrir eða dregið úr fjarvistum á vinnumarkaði.
Rannsóknir sýna að atvinnuþátttakanda hefur jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan fólks, jafnvel þótt það sé að glíma við sjúkdóma, afleiðingar slysa eða fötlun. Með því að beina sjónum að styrkleikum og færni einstaklinga aukast líkurnar á að þeir fái hvatningu og öðlist nægilegan styrk til að halda áfram að vera virkir á vinnumarkaði eða til að koma tilbaka á vinnumarkaðinn þrátt fyrir þá erfiðleika sem þeir eru að glíma við hverju sinni. Til að koma í veg fyrir ótímabært brotthvarf af vinnumarkaði skiptir að mínu mati miklu máli að bregðast við á fyrstu stigum. Reynsla annarra þjóða sýnir að þegar brugðist við snemma í veikindaferlinu aukast líkurnar á að viðkomandi komi aftur til vinnu en því lengri tími sem einstaklingur frá vinnu, því minni líkur á að viðkomandi eigi afturkvæmt á vinnumarkaðinn. Kæru ráðstefnugestir, samstarfsverkefni sem ég minntist á áðan og þar með ráðstefnan í dag liður í evrópsku vinnuverndarátaki sem ætlað að taka á stoðkerfisvanda til að bæta lífsgæði, heilsu og vellíðan starfsmanna, gera fyrirtæki samkeppnishæfari og draga úr álagi á heilbrigðiskerfi. Stoðkerfisvandi nefnilega ekki sér íslenskur vandi, en sama þema hefur verið á dagskrá í vinnuverndarátaki evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar tvívegis áður sem varpar ljósi á hversu brýnt þetta málefni þykir vera. Engu að síður sýna nýlegar tölur að veikindafjarvistir á vinnumarkaði vegna stoðkerfisvanda eru enn að aukast í Evrópu. Því ljóst að við þurfum öll að taka höndum saman til að koma í veg fyrir frekari neikvæða þróun í þessu sambandi. Það því mikilvægt að við leggjum við hlustir í dag, en við eigum eftir að heyra hér fróðleg erindi sem vonandi koma okkur áfram veginn á þessari vegferð okkar. Þetta samfélagslegt verkefni inni á öllum vinnustöðum landsins, en ég leyfi mér að fullyrða það hér að engin vinnustaður undanskilinn því að þurfa að huga því hvernig vinnuaðstæður kunna hafa áhrif á stoðkerfi starfsmanna. Því vil ég hvetja okkur öll til að taka höndum saman og vinna bug á atvinnutengdum stoðkerfisvandamálum. Leið og ég lýsi þessa ráðstefnu opna vil ég að lokum þakka þeim sem standa að ráðstefnunni fyrir að breiða út þekkingu á stoðkerfisvanda á vinnustöðum og stuðla að forvörnum gegn slíkum vanda. Það eru orð í tíma töluð. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ásmundur Einar. Og ég tek undir með þér, þetta eru orð í tíma töluð og við þökkum kærlega fyrir stuðninginn. En næstur á mælendaskrá hjá okkur Andreas Holtermann sem prófessor hjá dönsku rannsóknarstofunni í vinnuvernd. Erindi hans á ensku svo ég svissa hérna snöggvast yfir á enskuna. It's a great pleasure for me to introduce the keynote speaker today with his interesting subject and question from non-harmful work to healthy work, what would it take? Known for his over 250 papers and numerous lectures and international conferences and seminars, joining us via internet from Denmark is Professor Andreas Holtermann. Andreas, the floor is yours. Thank you, Gunnildur. Do you hope you hear me? Yes, we do. Yeah, thank you. So first of all, thanks a lot for the invitation to give this speech. I would love to be at Iceland and see you all, but unfortunately it was not possible this time, but I hope to get the chance another time. My main aim with my work is to try to increase the attention, the enthusiasm, and the impact on the society on one of our biggest issues and problems of our societies, which is MSDs, so musculoskeletal pain. And I think it's great to see that you have this conference, because I think it's such a great potential to make better prevention and promotion. And I think this is the same in Iceland as it is in the other Nordic countries and globally. I will primarily talk about how can we go from non-harmful work to a healthy work. And I will illustrate this by what I've been very much
inspired from the psychosocial and mental health field, where they have always been so good to develop different type of perspectives and models, such as the job demand models and the effort reward models, saying something about risk, so psychosocial work factor risk for mental health and other issues, but they also had a very established terms and principles and methods related to promotion of health, mental health, like based on positive psychology. And I've always been thinking about why is it so that us working in respect to the musculoskeletal pain, I will call it MSD, how is it that we have for a long time been not developed, at least from my chair, not developed the same kind of understanding, inspiring new perspectives and models, and we don't have this type of health beneficial approach beyond just risk reduction. So one of the things I've been wondering for long is, why don't we also have something called positive ergonomics, for instance, where we'll try to develop and design the work so it's not only prevent workers becoming ill from their work, but actually becomes more healthy when going home from a day of work. So this is what I will talk about for the next 20 minutes or so. I hope I'll keep the time schedule. But I will start out where I come from. I come from this island in northern Norway called Lofoten. And this is a picture I took last time I was able to go to Lofoten before the corona. And I walked up here together with my mother. And when I walked up here from this road you see down here and all this way up on this stone staircase, I was discussing with my mother, for those workers who did this work, would that be healthy or not? And my mother, she said, well, my boy, you must know that then when I read the newspapers and when I listen to what the health authority says, they say one thing: the worst thing we can do is to sit still. So what we just should do is just to move more and be more active. So my mother, she had actually seen in the local newspaper that those workers coming from Nepal being interviewed, they said that this work is really healthy. They are active, it's good for them, and so on. And then I argued, mother, this is not good. Doing all this type of lifting, awkward postures, all this type of strenuous work is not good for your health. And we had this debate all the way up to the top. And I think this illustrates some of the key issues and perhaps also potentials we have in the field of MSDs. It is that on the one hand, you have the health authorities and newspapers and others saying, well, the basic problem is just that we sit too much. We should just move more, and the more the better, whatever type of activity it is. And then we have others coming more from the ergonomic field and from the Work Environment Authority or Inspection Authority saying, well, you should be careful, you should not lift too much, you shouldn't have this rotation of your back and these type of things. And I think these two different advices and recommendations, they are colliding. And I don't think it's strange that my mother then, she just listened to what says in the newspapers, and she can't understand that why should this be a problem. Go to another example. This is a measurement with an accelerometer on myself, a mid-aged professor. And you can see here, these are my working hours from when I start at work at 7 o'clock in the morning until I stop work at 4:30. And here you can see that in the beginning, I'm sitting, then I'm doing a bit of walking, then I'm sitting again, then walking, and so on. And you can actually see that I actually cycled
from my work to another workplace to have a meeting, actually during the rest of the day. But as you can see, 82% of the time I was sitting down at my work. Then we have done exactly the same measurements on a cleaner. And you can see during the working hours, it's a completely different type of activities. Here you can see the cleaner is just all the time shifting between standing, moving, and walking. Just has some periods with a few minutes of sitting, but the rest of the day, the cleaner is on their feet and doing also walking a lot of stairs. You can see it's only 14% with breaks and everything over the same 8-hour work. And I would love to hear your opinion upon, and please just write a comment so we can discuss it in the end. Which of these two type of work do you think is most healthy? And then the second thing is, what would you do to make my work and the cleaner's work healthier? And is that possible? And how should you change it to become more healthy? So both the cleaner and I became more healthy when we stopped the work in the end of the day compared to when we met into work in the morning. So in Denmark, I don't know in Iceland, but Denmark has been a massive focus on the work, health, and sustainable employment, and particularly with respect to MSD, and the requirement now that the workers in Denmark should be able to work for a longer time because the retirement age will be steadily increased over the coming years. It's currently 65.5, increasing now to 66, but it will be in 2050, it will be at least 72 and so on. And it's been a huge debate whether can we expect that those having manual type of work, that they should be able and have the capacity and the resources to work as long as those having white collar jobs. And it's been a massive focus on what is really the health effects of work and what is needed of resources of workers to be able to stand in that work until, for instance, 70 years of age. And it's just been also a focus on what are the main barriers to be able to be at the work, particularly if you have a manual work, until, let's say, they are 72 years of age. And one of the main problems, I think it's also general agreement upon that, is the really high prevalence of musculoskeletal pain and disorders, and it's just increasing with age. So the older you get, when you get up to the 60s and beyond, the prevalence of pain is that almost between 1/3 and half of the workers has pain, reported pain, either every day or at least 2 to 3 days per week. Of course, we also have mental health issues. We also have obesity epidemic, perhaps not on average in the population, but if you look at the lower socioeconomic groups, those with lower education, often manual work, the prevalence for obesity is increasing. We also see still in Denmark, at least, that we see some increasing social health inequalities. So those having the manual work is also those having the poorest health, and it's going in the wrong direction. And also, of course, that we have an aging working population, that more and more people in the workforce are getting older. And then the big question, which I got from so many medias, and what can we do to promote a sustainable, healthy employability for all, particularly those in low educated job groups until you are 70 plus. And I've been thinking a lot about this, and one of the questions I had to pose myself was, is the current paradigm prevent harm from work sufficient to solve these type of challenges which I just mentioned? Because if we look at it, I know I'm a bit provocative now, and it's by purpose to get some attention and debate about this,
But what do we mainly respect in the ergonomic field do to lower the risk for harm? Well, anyhow, which type of physical workload? This could be just a figure of heavy lifting, or it could be the heart rate, or it could be awkward postures. In general, what we have been doing up to now is that we are saying, well, the peak levels shouldn't be really high. We should try to minimize the load. We should lighten the load as much as possible. And then is the question, will this solve the main issues for having a good, healthy working life? I'm not sure. Because in principle, it is like my mother says, well, isn't it so that in general, physical activity and movements are healthy? It's a natural part of being a human, and it stimulates a lot of our organs and systems in a good way. But in general, what we know is that, well, physical activity and movements of any kind can be healthy if it comprises sufficient amount of variation, breaks, and time for recovery. And that is where I claim the problem is, that if you don't have sufficient amount of variation, breaks, and recovery, it can cause overload, fatigue, health issues, chronic MSD, and so on. And I've been investigating this on a lot of different outcomes, like MSDs, but also sickness absence and mortality, just to show the case that, is it so that physical activity occurring during leisure time, where you can control it more yourself, often doing some kind of sports, or you can cycle, or do what you want in the way you want it, compared to work when the physical activity is much constrained and this is a part and a demand of your job. Will it provide the same health effects? And this figure shows the health effects of different levels of physical activity at work. Here you can see a group having the low levels of physical activity, moderate, and high. And low level is those having primarily sedentary work, and high is those having manual heavy work. And here you can see, as you know, when we adjust for a lot of different lifestyle factors and socioeconomic conditions and so on, you see it's an increased risk for long-term sickness absence. You know that. But we see exactly this opposite effects of being highly active during leisure time. Then you can see that the more active you are during your leisure time, the less risk you have for long-term sickness absence. And I've shown this, what I call the physical activity health paradox, for mortality, for a lot of different cardiovascular disease, for instance. Also now we have shown it on dementia, that it seems like the effects of being physically active at work and leisure is very, very different. And how can it be so? Well, in general, it is that the general characteristic of physical activity during your leisure time, when you control it yourself, it is often of higher intensity. You take the breaks and rest when needed. You take the variation. If you don't feel good one day in your knee, then you perhaps rather you go cycling instead of, or go swimming instead of going running. This is shown to improve fitness, well-being, musculoskeletal health, cardiovascular health, and you mentioned it. But then if you look at physical activity at work, why is it not promoting health? Well, often we see that it's depending on which type of work it is, of course, but often generally we see that it's of either low or moderate, more constant intensity. It is of longer duration. Instead of just being 1 hour or so per day, it's 7 to 8 hours, 5 days in a row. It's often static, awkward, repetitive movements, and often it is with insufficient breaks, rest, and recovery. And the physiological response, which we often see, is that we don't see any positive effects on cardiorespiratory health and fitness. We see harmful effects on blood pressure, for instance. We see elevated
inflammation levels, and we also see increased risk from solidity disorders, and of course also functional inabilities. So why is it so? Well, if you go back to the cleaner, exactly the same, or yeah, almost the same figure as I showed you last time, what you can see then, if we put on the heart rate measurements on the same worker, being mainly on the feet all the time, you can see that it's quite static over the entire period, but you can also see that it's not high enough to improve fitness. To be able to be in fitness, you need to be up at a level where we have a little bit of short breaths, and you can see that the cleaner is not getting up there. But more important, I think, is that the cleaner does neither get down in a heart rate which provides the recovery and rest periods. So this cleaner, which I found so amazingly interesting when discussing with the cleaners and the managers, their perception was, while we are walking between 12 and 15,000 steps per day, we should be so healthy and fit. But after showing them this, then they understand, well, actually we neither get up in the level which will provide some kind of health benefits with respect to the fitness, but we neither get the levels of rest. So it isn't that strange that we are not getting any high fitness levels and that we are completely fatigued, so we are not able or have the resources and energy to be physically active in a good way when we come home. So what can we do about this? Like I started out with, I think we need some more enthusiastic, good principles in the MSD field. And one of those which we have together with two other professors, Sven-Erik Mathiasen and Leon Streicher, we have called it the Goldilocks work principle. And I guess all of you may know that the girl who went out to the woods, the house with the 3 bears. Then, you know, it was about finding the just right chair and bed and so on. And we think that in general, it also reflects work, that the movement and physical activity during productive work is often not just right. Either it's sitting too much, or others are just standing too much, or others again are lifting and having strenuous work, which is not just right. So the question is, would it be feasible to make more jobs just right? And this is the vision of the Goldilocks principle. But in principle, it shouldn't be necessary to have add-ons to work to make the workers more healthy. It shouldn't be necessary to have exercises or yoga or other type of add-ons to the work environment. We should try to design the productive work so workers actually get more healthy and fit by just doing their work. And we think that in general, so overall, this will then mean that the work should be comprised of sufficient variation, stimulation of heart and muscles, and sufficient amount of rest and recovery. And then, of course, you might say, well, it's good, Andreas, that you're coming with these type of general ideas that we should make work so in a way and design it in a way so the workers get more healthy. But come on, is that really feasible to implement in different type of occupational groups? So this is what we have tried now in the last 2 years. Unfortunately, we don't have so much data to show you on the RCT studies because we had to stop them during the COVID, but we have performed a lot of pilot studies in manufacturing, in childcare, and in elderly care, which I will show you. So in childcare, I find that as a fascinating job group because at least in Denmark, it is a job group having one of the highest prevalences of MSD, highest incidence rates of sickness absence, and they report high levels of fatigue. And it's
very few studies, actually research studies, actually on it, and the number of RCTs are almost non-existent. So what we did was that we put on different accelerometers on childcare workers, and we discussed with the management and the unions and the workers, and we found that they are having, of course, they are being a lot on their feet. They are standing, walking a bit, but they're also sitting quite much. And they have some awkward postures, particularly it's kneeling and squatting, which I will highlight as the biggest issue. But then what we also found that is a lot of the childcare workers have issues with MSDs, but also issues with respect to obesity and fatigue. And what they are saying to themselves, well, they don't have the energy, the fitness level to really be active together with the kids. So when we measured heart rate on these childcare workers, we found that over the day, it's less than 1% of the working day, which is at the level of a heart rate which promotes fitness. So what we thought about then is, well, how can we design the work of these childcare workers so they, by doing their productive work in a high quality manner, also get better health and fitness. So what we did then was that we, together with the unions and the workers and the managers, we took one of their core tasks, which in Denmark is a huge focus on that, is that the childcare workers should promote the physical activity for the kids. And what we found is normally now today in Denmark, okay, they are being responsible for making games for the children around 1 hour per day, but it's just the children being active and not that active either, and the workers, they are not doing much. So what we tried then is to develop games where the childcare workers are active role models in the games together with the kids, and the kids loved it. They, at least based on our observations, they became more active, and the childcare workers get, during the session, is almost a 1 hour session, they had a high heart rate, which would be promoting their fitness level almost half the time. So they got around 30 minutes of a fitness improving heart rate. So this is just one example from one job group where it might be actually possible and feasible to develop the work in a way that it promotes fitness. We hope to start up the RCT again during the spring, and then we will know more about the results. Then we have been working in manufacturing, and one of in Denmark at least, they have been having a huge focus on safety, which is really good, Vision Zero. And they had, in the MSD field, they had a lot of focus on reducing monotonous work, repetitive movements, and heavy lifting. And I will say that in the workplaces I've been to, they have been able to improve this a lot by, different devices and aids and so on, but also by job rotation. So they try to, for instance, the heavy lifting, they try to distribute it among as many workers as possible. But when we are out there, and we have measured on around 600 to 700 manufacturing workers in Denmark, they are standing on average, I think it's about 5 hours of the working day, static standing. And here you can see a distribution, how it looked like, that while they are sitting mainly during the breaks, or it is some workers often which are driving a forklift or something like that, almost sitting all the time. They are walking a bit, but then they are standing a lot. So what we did now in the pilot study at Carlsberg, we tried then to make a new type of rotation. So not only about heavy lifting, but actually about rotating between job tasks, which gave them activity, so something which actually meant that they have to walk or actually have to lift something, some standing, but also sitting rest breaks.
And we tried then to make this into the normal daily production. And the pilot studies, we haven't published it, but it's on its way, shows that just by having this changed production, it actually meant that the workers were standing for less periods, they were standing for reduced long bouts, and they were actually having a better distribution between the different tasks. So they got more sitting breaks, because we also developed some of the standing work tasks into becoming sitting work tasks. And they reported less fatigue and less symptoms after a working day. So this is another example. So try to make job rotation, which actually tries to improve health instead of just reducing disorders. Then we have now been out in elderly care, and what we have also done there is try to do measurements respect to, for instance, number of steps. And what we have seen, this is measurements based on, I think it's about 500 workers in 20 different elderly care homes. And here I only show it for the daytime shifts. So it's for a 7.5-hour shift. There you can see that you have the number, you have the number of elderly care workers up here. And here you see how many steps they take per shift. And there you can see it is some who are walking a lot, much more than 9,000 to 10,000 steps only during the shift. And then you have others who are mainly doing admin work and other things. So they are walking perhaps only 4,000 steps. So what can be clearly seen here is that someone might get way too much, other might get way too little. So what we are discussing now with the elderly care homes has been, instead of just only focusing, which has been, I think, mainly the topic in ergonomics in this area, in Denmark at least, as being about better lifting devices and aids and these type of, how can you do better positioning of the elderly, but also try to think about how can we make a planned day so we can distribute the good physical activity and rest periods in a good way within each team. We are also working running pilots in home care, and there we have been seeing that it's just a huge difference between the different home care workers in the same team about how much physical activity they get and how much rest periods they get. So now we have, before the corona, we are starting up to figure out how can we make better education of the planner, so the manager and planner, so the planner can start to in their scheduling of the workers, try to make a distribution so all the workers get some cycling during the day. It's in Copenhagen. They get they get the responsibility to go to take care of some of the residents in homes which having some stairs and so on, but that they also have the possibility to have some rest breaks where they can sit and also can drink water, which was also an issue during the day. So trying to educate the planner in a way so work becomes healthy. So Andreas, yeah, you have maybe 3 minutes left. Yeah, last slide. So the main take-home message is that we don't think it's sufficient just to prevent harm from work. We should be more ambitious in the MSD field. So we should try to see if we could both prevent ill health, but also design the work so we get health promotion out of it. And it's so much which remains, because we don't know exactly what is just right for each job group and how we can implement that. But that is something which we'll be working a lot on, and perhaps I can tell you in the future. Thank you. Thank you so much, Andreas, for your inspiring lecture. And I think positive ergonomics sounds great. We have a little time. I will only give you maybe one question.
and then we just have to have you back in Iceland, maybe next year when everything is getting normal again. I can clearly see the dilemma that people experience having two separate things. So are we kidding ourselves when we think I'm moving enough at my workplace? If you're moving enough, you know, yes. If we exercise while we are working, are we just kidding ourselves when we walk around and move? Then it's not enough. Yeah. Well, I think I cannot give a short question response to that. But in general, I think that I think work is the primary determinant for our physical activity. So the work task we have is so important for how we move, how active we are, what we do. And that's why I think we see such a clear correspondence between that and MSD problems, for instance. Mm-hmm. And I think it's very much to figure out not only which type of work tasks and compositions of them bringing harm, but also could be what could promote health. So I don't think it's about teaching workers how to walk in a way that this brings. It's all about how to design the work. So the productive work without the workers have to think anything becomes healthy. Yes. For those and WHO will be coming, I think it's next week, with a new updates, the international updates on physical activity and health. And I'm very curious there if it will be again a directly clash against what we normally are saying in the ergonomics. So I think that's one of the main things we need to work on. Absolutely. Well, thank you very much, Andreas, og kærlig hilsen til Danmark. Tak. God konferanse. Takk. Og það skulum við halda áfram á íslenskunni. Og hingað kominn Magnús Ólafsson, endurhæfingarlæknir og fyrrum yfirlæknir á Reykjalundi. Hann ætlar að segja okkur frá ávinningi endurhæfingar. Gjörðu svo vel, Magnús. Takk fyrir Gunnlaugur og takk fyrir að bjóða mér hingað því að ég er alltaf ánægður að tala um endurhæfingu. Ekki síst þegar að ræða stoðkerfiseinkenni og verki. Velti fyrir mig hvort þetta kalla þetta ávinninga endurhæfingar spurningamerki. Það er ávinningar endurhæfingu en það vita náttúrulega allir að það er það. Þannig ég mun frekar svona velta vöngum við hversu mikill hann sé. Ég ætla að byrja á því aðeins að fara í nokkuð svona grundvallaratriði sem skipta máli og fara síðan í rannsókn sem við gerðum á Reykjalundi árunum 2004 til 2011. En mest fókus á framhaldsrannsókn sem fór fram frá eiginlega bara árunum 2011 og þá heilsuhagfræðilega niðurstöðu þeirra rannsóknar. Og ef við byrjum þá vitum við að stoðkerfisverkir eru mjög algengir og það er til íslenska tölur, þar sem algengi þrálátra verkja álitið vera hátt í 50%. Og við vitum að kostnaður samfélagsins af verkjavandamáli er gríðarlega mikill. Þetta verður tekið saman í Bandaríkjunum, þar sem að beinn kostnaður við stoðkerfisverkir talin alltaf 635 milljarðar bandaríkjadala. Þetta var á verðlagi ársins 2010 og talið að álíka mikið færi í óbeinan kostnað, svo töpum framleiðsla, vinnutap og svo framvegis. Og þá erum við að tala um einhverja 1200 milljarða bandaríkjadala og þið margfaldið það með 130-40, þá getið þið ímyndað ykkur hvað er í íslenskum krónum. Við vitum líka að algengustu orsakir örorku eru stoðkerfisraskanir og geðraskanir hér á Íslandi og algengi örorku hjá konum var tæp 10% fyrir 5 árum og hefur sennilega ekki breyst mikið síðan og 6% hjá körlum. Og samkvæmt staðtölum Tryggingastofnunar var fjöldi örorkulífeyrisþega í september 2020 18.600 og 2/3 konur og það er þó aukist 3% frá því janúar 2019. Og nýgengi einstaklinga með 75% örorkumat var 1611 árið 2018 en hefði lækkað örlítið samkvæmt sömu
heimild árið 2019. Þegar kemur að meðferð þrálátra stoðkerfisverkja þá hefur það verið sýnt sig að þverfagleg verkjameðferð svo árangursríkasta og kostnaðarvirkasta sem í boði og á Reykjalundi hefur verið starfrækt verkjasvið í 30 ár og það var skoðað árinu eða fyrir rúmum 20 árum hvernig meðferðin kom út og það sýndi sig að það drá ekki bara verkjum heldur líka kvíða og þunglyndi og vinnufærni fólks jókst verulega eftir endurhæfingu. Þessi rannsókn sem ég vitnaði áðan sem var gerð var svolítið stærri rannsókn eða viðameiri rannsókn. Það gerði árið 2004 til 2011, það voru 136 einstaklingar í þeirri rannsókn og ég mun ekki gera mikla grein fyrir niðurstöðunum hér, eins og ég sagði áðan, tíminn og naumur til þess. En þeir sem vilja geta lesið þessa rannsókn sem var birt í tímaritinu International Journal of Behavioral Medicine í nóvember 2017 og í febrúarheftinu 2018. En árangurinn var mjög góður. Það koma tæplega 200 sjúklingar á verkjasvið Reykjalundar á hverju ári og þar hefur verið beitt meðal annars hugrænni atferlismeðferð allt frá árinu, frá því fyrir aldamót og sérstaða teymisins hefur líka verið svo að af því hvert viðhorf til sterka verkjalyfja þar sem að fólk ekki sett á sterk verkjalyf, það tekið af sterku verkjalyf því að þau hafa engan sess í meðferð þrálátra verkja og það mjög annan fyrirlestur. Það eins og ég sagði voru 136 sjúklingar sem voru valdir í þessa rannsókn og randomiserað og 21 datt út, þannig að þetta urðu 112 sjúklingar og það sem verið að skoða var hvort að einstaklingsmiðuð hugræn atferlismeðferð við þunglyndi og kvíða bætti einhverju við hefðbundna endurhæfingu hjá þessum verkjasjúklingum. Þetta var sem sagt uppleggið í rannsókninni og 112 urðu sem sagt eftir þegar brottfallið var þessir 24 og fengu þeir ýmist hugræna meðferð eða ekki og fólk að skoða 6 vikum fyrir meðferðina, það var í 6 vikur í meðferð og síðan var því fylgt eftir fyrst í 1 ár og svo í 3 ár sem mjög óvenjulegt fyrir svona rannsókn að vera með svona langan eftirfylgda tíma. Bara réttilega að kíkja á þýðið að þá var þetta svolítið bjagað því leyti til að menntunarstig þessara einstaklinga var frekar lægra heldur en eðlilegt eða normalt hjá okkur. Það voru heil 37% sem eingöngu hefur lokið grunnskóla og bara 17% sem hefur lokið háskóla. Á meðan að það yfirleitt ekki nema 23% sem hafa aðeins lokið grunnskóla og 50% kvenna hefur lokið háskóla samkvæmt tölum Hagstofunnar frá 2017. Þið sjá þarna að heildarhópurinn að það eru 46%, tæp 50% sem eru með verki í meir en 5 ár. Það var lítill munur á árangri meðferðar þegar fólk var útskrifað úr endurhæfingu en við eftirfylgdina og sérstaklega eftir 3 ár þá kom fram talsverður munur þar sem að hópur sem fekk hugræna meðferð stóð sig mun betur. Þetta sjáum við hérna til að mynda hvað var að þunglyndi að rauða línan þarna eru þeir sem ekki fengu hugræna meðferð, þessu bláa þeir sem fengu hugræna meðferð og þeir standa mun betur af í eftir 3 ár heldur en hinnir og það var marktækur munar á þessu. Nú, hvað var það vinnufærnina? Þá var það mjög áhugavert að skoða það að þeir sem fengu hugræna meðferð voru miklu frekar vinnufærir eftir 3 ár heldur þeir sem fengu hann ekki og einnig kom fram að þeir sem skoruðu yfir klínísku viðmið á svokölluðum mælikvarða á viðhorf til verkja. Þeir komu
miklu betur út hvað varðar vinnu. Við sjáum þetta hérna við vinnufærnina að hugrænu meðferðarsjúklingarnir eru standa jafnfætis þeim sem ekki þurft á hugrænni meðferð voru þannig með miklu minni kvíða og þunglyndi heldur en hinnir eftir 3 ár en á meðan að þeir sem ekki fengu hugrænu meðferð hafa dalað þó nokkuð. Hér þetta skor á þessum kvarða með viðhorf til hreyfingar og vinnu og á vinnukvarðanum þar að segja ef að fólk hafi það viðhorf bæði fyrir og eftir meðferð að það myndi líklega ekki fara í vinnu, þar að segja að það myndi fá meiri óþægindi ef það fer að vinna, að þetta gaf mjög gott forspársgildi það hverjir fer að vinna og hverjir ekki. Ef fólk skoðaði yfir viðmiðum þá var miklu ólíklegra að þeir aftur að vinna. Og síðan þessi framhaldsrannsókn sem ég ætla kannski aðalega fjalla núna, það að sem sagt, í lok þessara rannsóknar þá sóttum við viðbótarleyfi til að gera heilsuhagfræðilega úttekt á árangnum. Og við þurftum náttúrulega að fá viðbótargögn bæði frá Tryggingastofnun, Sjúkratryggingum og lyfjagagnagrunni landlæknis. Og Héðinn Jónsson, sjúkraþjálfari sem þá var nemi í heilsuhagfræði við háskólann, vann úr niðurstöðunum í ritgerð sinni sem hét kostnaðarnýtja greining á verkjarsviði Reykjalundar. Þarna var reynt að leggja mat á kostnað við meðferðina sem slíka, kostnað á annarri heilbrigðisþjónustu, sérfræðilæknum, myndgreiningu, sjúkraþjálfun, lyfjakostnað og svo framvegis. Og til að meta áhrif á lífsgæði þá var notaður í þessari stóru rannsókn lífsgæðakvarðinn SF36 og síðan var samkvæmt enskri aðferð lífsgæði metin með því að varpa niðurstöðu lífsgæðakvarðans yfir í annan gæðakvarða sem heitir SF6D og reiknuð út svokölluð gæðaár eða Quality Adjusted Life Years eða QALY. Þar sem að lífsgæði liggja milli 0 og 1, 0 þá dauði og 1 full heilsa. Og hér bara svona til að örstutt að sjá að niðurstöðunar voru í raun mjög, einhverja pílu, kíkja hérna þá sjáum við að það gríðarlega mikil og góð marktækni á öllum þessum mælingum, bæði gæðaárunum, verkjum, kvíða, þunglyndi og svo framvegis. Síðan var gerð þessi kostnaðarnýta greining og til að byrja með í greiningunni kostnaði metin til 3 ára frá því endurhæfingu lauk. Og síðan var reynt að reikna út kostnaði ef ekki kæmi til endurhæfingar á Reykjalandi og þá síðan miðað við meðaltalskostnaði fyrir endurhæfinguna. Það sem var verið að vega hann inn í þetta var eins og ég var kannski búin að koma inn á áður, myndgreining, sjúkraþjálfun, sérfræðilækni kostnaður, lyfjakostnaður, vinnutap og svona framvegis. Nú, eins og ég sagði áðan, þá fengu allir sjúklingarnir hefðbundna þverfaglega verkjameðferð og síðan fengu sumir hugræna meðferð og aðrir ekki. Þetta voru mjög krónískir sjúklingar, ef svo má segja. Þeir kom þarna fram einnig í glærinu að helmingur þeirra hafði verið með verki í meir en 5 ár. Það voru þriðjungur þeirra með þegar komnir á lífeyri frá Tryggingastofnun. Langflestir voru með bakvandamál eða tæpur helmingur og síðan var skoðuð vinnufærni bæði fyrir og eftir meðferð. Og þá sjáum við að vinnufærnin fór úr 36% fyrir meðferð í 47% eftir meðferð. Eftir 1 ár var hún 51% og í 3 ára eftir fylgdi hún 57%. Nú, áætlaður kostnaður á hvern einstakling ef ekki hefði komið til endurhæfingar eftir 3 ár var rúm 13.000. En þeir sem voru lagðir á Reykjalund, kostnaður við þá var 980.000. Þannig að endurhæfingin sem slík var ódýrari út frá samfélagslegu sjónarhorni fyrir hvern einstakling sem nam sem sagt 350.000. Þetta miðað við verulega
vísitölu neyslu þess í október 2018. Nú, ef tímaramminn lengdur á þess að breyta öðrum forsendum og þá sýnir það sig að með aðra forsendur væri eins og áður sagði, þá skilar meðferðin 5 milljónum per sjúkling eftir 10 ár og 12 milljónum út lífið og 0,97 gæðárum út lífið. Nánari útreikningur sést hérna á þessari glæru. Hvað þýðir þetta þá? Það þýðir það að þverfagleg endurhæfing gefur góða raun, við vissum það, og hefur áhrif á ýmsa sálfélagslega fylgifiskaverkja, svo sem kvíða, depurð, svokallað ótta og hliðrunarátferli, hörmungarhyggju og eykur mjög líkur á því að fólk snúi aftur til vinnu. Og ef forsendum þessar kostnaðargreiningar haldið óbreyttum út starfsævina, þá skilaði endurhæfingin 12 milljónum út lífið fyrir hvern einstakling, miðað að hún kostaði rúmar 15.000 og þannig skilar þá hver króna sér alltaf áttfalt tilbaka til samfélagsins. Svo ég held að við getum svarað spurningunni bara þannig, já, endurhæfing borgar sig. Takk kærlega fyrir þetta, Magnús. Og við höfum smá tíma fyrir spurningar og mér langar kannski fyrst að segja bara, þetta ekki svolítið óvenjuleg rannsókn? Ég meina, hún næri við svolítið langan tíma. Jó, upphaflega ætluðum að reyna að koma inn í rannsóknina 100 sjúklingum og reyna að klára hana á 3 árum. En það var greinilega óraunhæft markmið og svo að við bara keyrðum upp í 136 sjúklinga og það tók þennan tíma. Við byrjuðum áramótin 2003-04 og sumarið 2008 kom síðustu sjúklingunni meðferð, þannig að það tók raunverulega 4 ár en ekki 3. Og svo ætluðum að hafa 2 ára eftirfylgd en breytum því líka og fórum yfir í 3 ár sem var líka svolítið óvenjulegt. Það óvenjulega langur eftirfylgdartími bara yfir höfuð í svona rannsóknum, en mjög jákvætt. Já, algjörlega. En segðu mér eitt út af nú fólk kannski ekki alveg veit ekki alveg kannski með endurhæfingu. Ef að fólk kæmi fyrr inn, út af eins og þú sagðir þannig að það 46% sem að koma inn í endurhæfingu eftir 5 ár. Ef þeir myndu koma inn fyrr í endurhæfingu, myndi þá endurhæfingarferli verða styttra eða hvernig virkar það? Ég myndi kannski fyrst og fremst segja að það yrði líklega árangurs meira. Já. Þó að þetta sé mjög góður árangur, sérstaklega með við hversu krónist fólk þetta raunverulega með erfiða sjúkdóma, að þá myndi það vanlega skila betri árangi. Ég sá náttúrulega mér til gleði hérna áðan að Danir stefna að fara með eftirlaunaaldur upp í 72 ár. En þeir hafa ekki hærri markmið en það, þeir gera eftir 30 ár. Já. Við erum ennþá í 70 árum. Ég náttúrulega komin yfir það mark, þannig ég hættur að vinna á Reykjalundi. En að vinna núna á endurhæfingarstöð sem heitir Hæfi og þar ég þeirrar ánægju aðnjótandi, svo má segja, að hitta fólk miklu framar í ferlinu. Já. Enda miklu auðveldar að hjálpa slíku fólki. Já. Og þá segja sér sjálft að þá kannski myndi endurhæfingin vera styttri og þá myndi skýra sér betur. Þannig að við erum alltaf að tala það til hagsbóta að koma fólki. Alltaf. Já. Og allt miklu einfaldara. Já. Miklu minna af svona félagslegum vandamálum. Já. Sem eru nánast bara hluti af þrálátum verki. Já, það ekki? Nánast alltaf. Já. Það erfitt að finna bara verki sem ekki með neitt í kring. Mjög erfitt. Já. Heyrðu, þakka kærlega fyrir komuna, Magnús, og ég ætla að kynna næsta. Næstur á mælendaskrá hjá okkur er Gunnlaugur Már Briem, sjúkraþjálfari hjá Vinnumenn, sem ætlar að segja okkur frá nýju úrræði sem kallast aðstoð til atvinnugetu. Gjörðu svo vel, Gunnlaugur Már.
Gunnlaugur er á mute. Gunnlaugur, þú ert á mute. Er ég komin inn núna? Já, flottur. Og sjáu þið glærarnar líka? Já. Rábært. Heyrðu, þá ætla ég að fá að byrja á því sem ég var að segja áðan um mute. Og ég sagði raunum bara ótrúlega gaman að fá, heyra þessa vinkla bæði sem þið fóru núna yfir hérna hjá aðalfyrirlesaranum frá þessum danska, ég man ekki alveg hvað heitir, og honum Magnúsi, því að þetta snýst þetta rosalega mikið og allan eins og við sjáum það, að ná fólki sem fyrst í ferlinu því að það er lang auðveldast að hjálpa til. Og þess vegna langaði mig að fá að tala við ykkur raunum þetta úrræði sem við erum byrjuð með hérna hjá Vinnuvernd, þar sem ég starfa, og við köllum þetta úrræði aðstoð til atvinnugetu. Og ég sést í Gunnlaugur Brím og er sjúkraþjálfari hérna hjá okkur. Sjá. Aðstoð til atvinnugetu, til þess að setja þetta fram í sinni einföldustu mynd, eru hugsað sem úrræði fyrir fyrirtæki. Og það úrræði fyrir fyrirtæki til að aðstoða sína starfsmenn sem eru komnir kannski á eitthvað ról þar sem þeir eru í hættu að missa hluta sinni atvinnugetu eða alla atvinnugetu. Þannig að þetta er verkfæri sem við erum allan í grunninn. Hugmyndin kemur upprunalega í tengslu við fyrirtæki, en vissulega má alveg horfa á ákveðnar útvíklanir á þessu verkefni síðan seinna meir, sem kannski útskýrt sig betur þegar við förum aðeins dýpra í glærupakkann. Við kannski spyrjum fyrst hvers vegna við teljum vera þörf á þessu úrræði. Og við erum fyrirtæki sem starfa með ofboðslega fjölbreyttri flóru af fyrirtækjum. Við getum verið í leikhúsi einn daginn, komin í fjármálastofnun næsta dag og svo erum við komin í stóriðju með spítandi málmum út þriðja daginn. Og þannig við sjáum ofboðslega breytt spektrum af atvinnulífinu og búin að gera í þó nokkuð mörg ár. Og við höfum bara fundið að það er búið að vera ákveðið ákall kannski frá stjórnendum og kannski mannauðsteymum sérstaklega sem við erum kannski mest í samskiptum við fjölbreyttari úrræði. Og eitt er það þessu fjölbreytt úrræði, en það er kannski líka með þetta úrræðin sem við getum boðið síðan á mismundi stigum. Ég held nefnilega að mörgu leyti séum við með mjög flott viðbragð á mörgu stöðum og margir að gera algjörlega frábæra hluti. En þarna töldum við vera ákveðið kannski gat í framboði, að það var að reyna að ná fólkinu sem allra fyrst í ferlinu. Áður við missum fólkið í aukna veikindadaga, áður við missum fólkið kannski bara þannig að það þarf að lækka starfshlutfall eða detti alveg út af vinnu og þurfum við þá aftur að hefja ferli til þess að komast aftur inn. Sama skapi að þá horfum við á þetta líka varðandi það að þetta eru, Magnús nefnir sálfélagsleg áhrif og annað slíkt, þannig þætti að ég held að fæst okkar eru þannig að við getum bara pikkað út eitt atriði, lagað og þá séum við búin að leysa öll þeirra vandamál. Þetta er alltaf samspil mismunandi þátta og þess vegna finnst okkur mjög mikilvægt að ná einn svolítið þverfaglegri nálgun og við erum svo heppin að við getum gert það upp að vissu marki bara hérna innandyra hjá okkur. Og svo er kannski önnur ástæða og það er þetta að við myndum vilja reyna að minnka óvissu og þá bæði í raun og veru óvissu starfsmannsins sjálfs sem og í raun og veru vinnuveitandans. Þannig að það er að hafa svona ákveðna brú þarna á milli sem við erum mjög spennt fyrir. Hvað er aðstoð til atvinnugetu? Ég hef kannski búin að fara að hluta til inn á það, en hugsunin er að þetta sé snembæri í hlutum. Því fyrr, því betra. En vissulega er þetta að nálgast það þurft að nálgast hvern og einn á hans hátt og við getum alveg verið með vandamál sem myndu gagnast sem við getum hjálpa verulega þó að sé eitthvað sem sé búin að vera aðeins lengur í ferlinu. En grunnhugmyndin er að áður en fólk fer að detta út af vinnumarkaði og missir mikið til atvinnugetu sína. Áherslan er á greiningu
og ráðgjöf og svo eftirfylgd. Og ég ætla aðeins að fá að fara betur yfir ferlið sjálft, svona hvernig við segjum bara frá upphafi til enda á eftir. Og samaskapið þá þetta eru sjálfsög ekki fyrsta-stage forvörn, en að vissu leyti erum við samt að sinna forvörnum því að við þurfum að reyna á fólki sem allra fremst. Og mikil áhersla á fræðslu og raun og veru kannski að gefa fólki meira verkfæri til þess að það geti haldið áfram. Hjálpa þeim yfir óvissu og vandamál. Teymið sjálft, sem við hugsum grunnteymið sjálft, samanstendur raun og veru af sjúkraþjálfara sem hefur þá sinni könnu kannski helst þessi stóðkerfiseinkenni, ráðleggingaverðandi hreyfingu og almennt heilsusamlegt líferni. Sálfræðingurinn fer eðli málsins samkvæmt að sjálfsögðu yfir andleg einkenni og svolítið mikið á markmiðasetningu líka því að auðvitað þegar við erum að nálgast svona mál og fólki farið aðeins að missa taktinn, að það þarf svolítið einhvern veginn að ná utan málin með þeim. Svo erum við með lækna og hjúkrunarfræðinga sem koma inn í ferli líka. Þar munu vera framkvæmdar ákveðnar heilsufarslegar mælingar, ráðgjöf varðandi svefn, ráðgjöf varðandi næringu og þau málefni sem sjúkraþjálfari og sálfræðingur fara minna í. Þetta er einfalt skema, þannig þess að 3 stéttir, starfsmaðurinn og þá fengja samhæfða markvissa þjónustu hjá mismunandi fagaðilum. Hugsun enda líka þannig að auðvitað eru sálfræðingur, sjúkraþjálfari, læknir og hjúkrunarfræðingur bara partur af þeim heilbrigðisstéttum sem geta aðstoðað og hjálpað. Og hugmyndin í okkur er svolítið svo að við munum, þó að þetta sé svo grunnpakki sem við beinum fólki inn í upphafi, að þá sé raun og veru líka ákveðið markmið að við getum innviklað aðra stéttir eftir þá þörfum hverju sinni. Og þar má þetta horfa í alls konar áttir, sama hvort það eru iðjuþjálfar, næringafræðingar, félagsráðgjafi og annað slíkt. Þannig að það væri kannski ekki inn í þessari grunnþjónustu sem væri fastur liður. Ferlið sjálft, svo við aðeins skýrum það. Ferlið sjálft er þannig að oftast er það þannig að vinnuveitandi myndi hafa samband við okkur. Sérstaklega sem við hugsum þetta sem verkfæri fyrir fyrirtæki sérstaklega. Þannig að vinnuveitandi myndi hafa samband við okkur, við myndum hafa samband við með einstakling sem er komin í einhver vandamál. Við myndum senda spurningalista á viðkomandi sem svara tilbaka, þar sem við fáum ákveðna grunnmynd. Svo finnum við tíma öll saman og eins og við setjum þarna allt á sama tíma á sama stað. Þannig að viðkomandi kemur til okkar, ekki neina ákveðin tímasetning en bara einhver tími, og við gerum þá ráð fyrir að hann byrja að hitta lækni og hjúkrunarfræðing, lækni eða hjúkrunarfræðing, svo mun hann hitta sjúkraþjálfarann og svo mun hann hitta sálfræðinginn. Og þetta er allt í einu og sömu heimsókninni. Þegar að þessu er lokið, þá í raun og veru hittist teymið, það kemur einhver niðurstaða, allir búin að skoða og við erum búin að vinna með og annað slíkt, þá fáum við einhverja niðurstöðu sem við munum svo nota til þess að búa til pínu plan fyrir viðkomandi. Þannig að hann hafi eitthvað í höndunum. Og í raun og veru höfum við ákveðið líka við erum að bjóða upp á að við ætlum að hafa eftirfylgdartíma. Því að við vitum að við komumst x mikið bara með því að fá skoðun og greiningu eða þeirri óvissu, en við komum svo miklu lengra en við getum boðið upp á það að það sé eftirfylgd. Þannig að viðkomandi á möguleika á því að koma í alltaf 4 tíma eftirfylgd og þá svolítið verið að horfa til annars vegar þó sjúkraþjálfara og hins vegar sálfræðings. Og það er ótrúlega mörg mál að okkar mati sem hægt að komast langt með á þeim tíma. Þannig að maður fær stuðning, þú færðir eftirfylgdina, þú færð sama hvort það eru æfingar hugarfarslega eða líkamlega til þess að vinna það áfram og taka þau skref sem þarf ásamt því að við erum með markmiðasetningu þá atvinnutengda markmiðasetningu. En svo var þetta framhaldið að ef við gerum okkur grein fyrir því að við munum ekkert bjarga öllum frekar en okkur annar gerir. Og það er svolítið þannig að ef við teymi sem slíkt, þegar við erum búin að taka saman okkar skýrslu og við metum það að viðkomandi þurfi bara frekari úrræði heldur en það sem við munum bjóða honum á þessum 4 tímum. Að þá er það líka þjónusta sem við ætlum að veita er það að
að við munum í raun og veru aðstoða viðkomandi við það bæði að finna út hvaða úrræði það eru og að beina honum í þá réttar áttir. Koma honum svolítið á stað, koma honum í ferli þannig að hann hafi eftir ykkur að vinna. Að sjálfsögðu þarf alltaf að horfa á ávinning. Og við erum búin að tala hérna í dag erum við búin að heyra bæði, þú veist, að ávinningur fjárhagslegur, eins og Magnús sagði að, hvað var ekki að fyrir hverja eina krónu sem við setjum í verkefni og fá 8 tilbaka. Við erum svo sem ekki búin að kostnaðargreina nákvæmlega þetta hérna verkefni en erum alveg sannfærður að það getur komið mjög vel út. En ávinningur fyrir einstaklingin, ef við tökum þetta bara svona skref fyrir skref, væri kannski það að hann fær aðstoð fyrr. Og þetta bak við, þú veist, hvert fjarvistadag sem að hann í burtu eða veikindadag, að þá þetta líka bara heilmikil vanlíðan. Það heilmikil vanlíðan sem fólk þarf að burðast með og sem þetta hefur mikil áhrif þá bæði á viðkomandi sjálfan og ekki síður jafnvel út í bara fjölskyldu og vini og annað slíkt. Ferlið einfalt. Við erum bókum tíma, svara stuttum spurninglist og kemur svo til okkar. Hittir allar starfsstéttina þannig að ná svolítið svona heildrætt utan það og svo kannski þetta lykilatriði það þessi óvissa og óvissu þetta getur ofboðslega lamandi fyrirbæri bara fyrir okkur sem manneskjur. Ávinningur fyrir fyrirtækin sjálf auðvitað líka það minni óvissa. Það kannski aðeins öðri sig, það minni óvissi í starfsmálum og að sjálfsögum mætti horfa minni kostnað eftir sem við farið veikindadag þá sjálfsögum minni kostnaður. Og svo held ég þetta sé bara mjög sterkt verkfæri fyrir vinnuveitendur til þess að nýta sér vegna þess að partur af þeirri þjónustu líka sem kannski svolítið oft erfitt þegar vinnuveitendur hafa milligöngum að þarna færðu í raun og veru allt á einum stað. Þannig að samskipti og annað slíkt ættu að vera töluvert auðveldari og meira segja erum við að bjóða upp á það að í raun og veru að ef að vilji hjá viðkomandi einstakling, því þetta þarf alltaf að virða hans vilja, hvað þessi mál varðar, þá í boði í raun og veru að funda með fyrirtækinu og einstaklingnum og fara svolítið yfir máli þannig að sé hægt að leggja það línu sem að skynsamlegast vera að fara. Og svo held ég við þurfum ekkert að ræða ávinningi fyrir samfélagið, við erum búin að fara út í það. Það er klár ávinningur af því að reyna að hjálpa og það er meiri ávinningur af því að reyna að hjálpa því fyrst sem við gerum það í ferlinu. Ég sem sagt Gunnlaugur, eins og ég er búinn að segja áðan, og erum tengiliður fyrir þetta verkefni. Þannig að það eru eitthvað fyrirspurnir eitthvað annað slíkt, því að ég veit að við getum bara svarað eitthvað x miklu á þessum kortir 20 mínútna bili sem við höfum hérna. Þá er alltaf velkomið að senda annarkvort tölvupóst eða hringi í okkur og við munum reyna að svara eins fljótt og við En ég nefnilega mér svo gaman að fá spurningar, þannig að ég ákvað að við myndum ekki hafa þetta lengra. Ef við ekki ennþá smá tíma í það? Heyrðu, jú, þakka kærlega fyrir þetta, Gunnlaugur. Og við erum komin með 2 spurningar. Maður sé ég ætla að fá að henda þér upp Gunnhildur á skjáinn. Já. Og þær eru svolítið samhljóða þessar spurningar. Ok. Þær snúast báðar af hverju ekki iðjuþjálfi í teyminu hjá okkur. Þeir eru á flestum endurhæfingarstöðvum iðjuþjálfi. Þetta spurningin. Sko, þetta bara mjög góð spurning. Mjög veist það líka. Það ekki? Sko, í raun og veru bara starfshópurinn hjá okkur þannig samsettur í dag að þetta eru þær starfsstéttir sem við erum með. Og eins og ég sagði áðan líka sko að hugsunin þannig að þó að þetta sé svona grunnþjónustan, þetta grunnpakkin, að þá erum við fullkomlega meðvituð það að þetta nær bara, við getum þurft aðstoð. Við getum þurft aðstoð samankost þessi iðjuþjálfi eða næringafræðingur eða opbóðslega margar aðra stéttir. Og ég held að það sé algjört lykilatriði að nýta þetta sérfræðiþekkingu þeirra sem að þá hafa, sérstaklega þegar mann skortir hann sjálfur. Þannig að það er ekkert úr vegi að þið farið að teygja ykkur yfir í aðra stéttir kannski? Alls ekki. Ég velti líka fyrir mér hversu lengi getur starfsmaðurinn verið í þessu úrræði hjá ykkur? Mjög góð spurning líka. Sko, eins og ég segi að þá er þetta í raun og veru ekki hugsað sér langtíma meðferðarúrræði. Vegna þess að ég held að við höfum bara mjög öfluga aðila sem sinna því.
og við höfum eflaust eftir að heyra meira þannig í dag. En hins vegar sko pælingin svo að svona grunnpakkin þannig að þú kemur inn, þú færð í raun og þessa greiningu, þú færð ráðgjöf, þú færð tölvupóstur, greiningu, ráðgjöf og ýmislegt sem að við bjóðum upp á og stuðning. Og svo hefur við ákveðið að bjóða upp á þessast 4 tíma í eftirfylgd. En svo við vitum það að það bara stór hluti og sérstaklega ef maður grípur fólk nógu snemma að þá bara stór hluti fólk sem að kemst ansi langt áleiðis með þeim stuðningi. Ef að hins vegar þetta þannig að við ætlum að fara út í, þú veist, nú ef við starfa á Grensásdeild og öðrum stöðum þar sem við kannski erum fleiri mánuði með sömu einstaklingana, að þá bara frábærir aðilar sem geta tekið þann bolta og við munum þá frekar reyna að koma fólki í þann farveg. Þannig að því sem sé best borgið. Já. Heyrðu, frábært. Þakka kærlega fyrir þetta erindi Gunnlaugur Már og verður spennandi að fylgjast með þessu í framtíðinni. Bara velkomin. Takk. Takk. Heyrðu, en ég bara vil minna á samskiptakerfið. Endilega koma með spurningar fyrir fyrirlesarinn okkar þar. Og þá komið að þeim stöllum Ingibjörgu Lofsdóttur frá Virk Endurhæfingarsjóði og Sigríði Kristínu Hrafnkelsdóttur frá embætti landlæknis sem ætla að segja okkur frá verkefninu Heilsueflandi vinnustaður. Gjörið þið svo vel. Já, góðan dag. Heyrið þið alveg í mér, Gunnhildur? Já, við heyrum í þér Ingibjörg og sjáum glærurnar. Já, ég ætla að skipta þá yfir í sýningarhaminn En sæl og þakkir fyrir að fá að vera með ykkur í dag og vera mjög áhugaverð erindi og alveg einstaklega þarft umræðuefni. Og mér langaði bara aðeins að byrja því að tala þetta verkefni Heilsueflandi vinnustaður. Þetta samstarfsverkefni embættis landlæknis, Vinnueftirlitsins og Virk Starfsendurhæfingarsjóðs. Og við Gunnhildur, ásamt Sigríði Kristínu og Líney Árnadóttur sem sérfræðingur hjá Virk, við höfum verið að vinna í þessu verkefni núna síðastlið ár eða svo, rúmlega það, og við langaði aðeins að fara yfir það með ykkur, hvers vegna þessi þörf á heilsueflandi vinnustað og almennt þörf á því. Og já, við og rannsóknir, það byrjast benda til þess að það þörf á því og flest eyðum við stórum hluta dagsins í vinnunni. Og þá skiptir ekki bara máli að við séum með öruggt vinnuumhverfi sem stuðlar að því að það kom ekki til slys á vinnustaðnum og eins líka að við getum haldið stoðkerfinu í góðu lagi, að þá skiptir líka máli að við getum nýtt þennan tíma til þess að ekki bara halda heilsunni í lagi, heldur til að efla heilsuna. Og þess vegna hefur þetta verkefni komið til. Það búið að tala mikið algengi stoðkerfisvanda hér. Ég ætla aðeins að fara yfir tölur frá, það sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur til, þetta frá því í fyrra. Þetta ein aðallega ástæða örorku og heimsvísu eins og Magnús nefndi, bakvandi þar stærsti hlutinn. Stoðkerfisvandi ekki bara hjá eldra fólk, heldur fólk á öllum aldri. Stoðkerfisvandi skerðir almenn hreyfigetu, leiðir til ótímabærra starfsloka í mörgum tilfellum og veldur stærsta hluta af verkjavanda almennt sem tengjast þá ekki krabbameinum. Þetta oft fylgifiskur fjölvanda, fólk með marga greiningar og það tengist oft þunglyndi og athyglisvert að sjá niðurstöðurnar frá Reykjalundi varðandi HAM-meðferðina. Þetta alltaf gerast þrátt fyrir lög í flestum löndum sem að tryggja aðgerðir til að koma í veg fyrir stoðkerfisvanda á vinnustöðum. Þetta náttúrulega samþættu áhrif, persónlega þátta, umhverfis stofnana, samfélags, félagslega þátta. Þetta hefur allt áhrif á heilsu starfsmannsins en ekki bara það hvernig við veljum lífstílinn sem við veljum. Það hvort ætlum að reykja eða ekki og mataræðis, lífstíl og annað þvílíkt. Til Íslands aðeins bara rétt, Magnús var búinn að minnast á tölur en stoðkerfisvandi helsta orsök örorku hjá einstaklingum 40 ára eldri en geðraskanir hjá yngri hópnum. Og þið sjáu þessar tölur tæp 37% eru með geðraskanir og 24% með stoðkerfisvanda. Þetta í janúar 2019. Allir þessi vandi veldur því að til dæmis stéttarfélögin sem eru einn aðilar sem standa baki Virk, þeir finna fyrir meiri aðsókn í sjúkrasjóði og þið sjáu hér frá 2018, þar eru sjúkrasjóðarnir að byrja að velta fyrir sér að skerða tímabil greiðslna frá þeim og þau hafa flest farið út í þá
þær aðgerðir til þess að reyna að koma til móts við alla sem þurfa að fá greiðslu frá þeim. En við erum ekki bara líkami og sál, við erum ein heild og það tengist líka stoðkerfisvandanum, til dæmis streitan sem að Alma Möller hér að benda á langstærsta ástæða heilsubrests og brottfalls á vinnustöðum landsins. Kulnunin sem hefur mikið verið í umræðinu undanfarið, nú það svo að í næstu útgáfu af alþjóðlegum sjúkdómsgreiningum þá muni Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggja til að það verður þannig að kulnun þá talin vinnutengt fyrirbæri. Þetta byggist ekki síst á rannsóknum Kristínu Maslak sem kom hér á morgunfund í tengslu við Ísaflandi vinnustaðaverkefnið í vor og hún með mjög mikið rannsóknum á bak við kulnun og spurningalista fleira sem þetta byggir meðal annars á. Og Kristína Maslak hefur bent á að við þurfum að einblína á laga vinnu umhverfið en ekki bara auka þrautseigju einstaklingsins. Og hún líkir þessu svolítið við kanarifuglinum í kolanámunni. Hann var hafður í búri í kolanámi hér áður fyrir til að vera svona viðvörun fyrir kolanámumenn ef að súrefni fór að verða í oflitlum miklum mæli. En hún vill ekki bara að við sem að passa upp á þetta heldur að við sem að passa upp á vinnu umhverfis og við þurfum ekki að vera með svona aðgerðir. Nú, hvað það þá sem þarf til að vinnustaður sé heilsueflandi og hvað það sem við erum að benda á í þessu verkefni og vinna með, þessi viðmið sem við erum búin að setja fram sem Sigríður Kristín ætla að fara nánar í. Í fyrsta lagi þarf náttúrulega að vera öruggt vinnuumhverfi út frá öllum vinnuverndarlögum og slíku og eins líka bara hvað varðar allt áþreifanlegt umhverfi sem hefur áhrif á stoðkerfið okkar. Þetta þarf allt saman að vera í lagi, en ekki síst þessir sálfélagslegu þættir sem að tengjast svo mikið inn á þetta, því við vitum nú vel að okkur líður ekki vel andlega að þá fer okkur líka líða illa líkamlega og oft öfugt, við erum ein heild. Nú, þessi þættir sem að sérstaklega hafa verið nefndir í rannsóknum og Kristína Maslak hefur líka minnst á, poppa upp aftur og aftur í öllum rannsóknum, það þurfa að vera í lagi, það er traustið á vinnustaðnum, við þurfum að vita það að við okkur sé treyst og við getum treyst samstarfsfólki og stjórnendum og við getum tjáð okkur óhindrað. Þetta tengist náttúrulega góðum samskiptum almennt, hvernig samskipta formið á vinnustaðnum. Við þurfum að hafa stuðning stjórnenda og samstarfsfólks, þetta kemur aftur og aftur fram í rannsóknum, skiptir mjög miklu máli. Við þurfum að fá endurgjöf og viðurkenningu, við þurfum að vita að við séum á réttri leið, það sem við erum að gera og líka að okkar framlag skipti einhverju máli og við fáum að vita af því. Sjálfræðisstarfi er eitthvað sem vilja skipta mjög miklu máli, það að við getum haft eitthvað það að segja hvernig við vinnum vinnuna okkar og hvenær við vinnum vinnuna upp að vissu marki. Við þurfum að hafa skýr markmið og skýra ramma, við þurfum að vita nákvæmlega hvað það er sem ætlast til á okkur og það hefur sýnt sig að rannsóknir sýna að þeir sem eru með óskýr fyrirmæli, þeim líður almennt mjög illa í vinnunni. Álagið þarf að vera hæfilegt, það má hvorki vera allt of mikið, svo við getum ekki sinnt öðrum sviðum lífsins, það má heldur ekki vera lítið. Og hæfileg streita er bara góð ef hún fer ekki yfir mörk. Við þurfum að hafa sveigjanleiki til að geta sinnt öðrum sviðum lífsins, við þurfum að hafa sveigjanleika svo við getum sinnt börnum og búi og öðru. Og þetta ná þessu jafnvægi á milli vinnustaðar, vinnu okkar og einkalífs. Við þurfum að finna fyrir sanngirni. Þarna kemur jafnlaunavotturinn sterkinn, erum við að upplifa það á vinnustaðnum að fólk sem vinnur svipaða vinnu eða sömu störf fái sömu laun. Og síðast en ekki síst, þá við þurfum að finna það að vinnan sem við vinnum, hún skipti okkur máli, að það skipti máli fyrir okkur að það sem við erum að gera, það gefur okkur eitthvað. Við finnum það að okkar framlag skiptir máli. Nú, þetta svona eitthvað sem allir græða á, ef að starfsmaðurinn er heilbrigður og líður vel á vinnustaðnum, að þá að sjálfsögðu eykst líka framleiðnin og vinnuframlagið hjá starfsmanninum. Þannig að það eru allir sem græða á þessu fyrirkomulagi. En ég ætla þá að þakka fyrir minn hluta og mína aðkomu og hleypa Sigríði Kristínu að, en hún ætlar að fara nánar ofan í verkefnið sjálft, heilsueflandi vinnustaður. Takk fyrir. Takk fyrir, Ingibjörg. Heyriði í mér?
Heyrið í mér? Já, flott. Og sjáu kynninguna mína, ég allavega í rauðum ramma. Já, ég ætla semst að fjalla þann hluta sem snýr að samstarfinu sem við hefum átt og var undirritað í febrúar 2019 af Ölmu Möllu landlækni, Vigdísi Jónsdóttur, framkvæmdastjóra VIRK og Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttur, forstjóra Vinnueftirlitsins. Þetta samstarf það byggir á í raun og veru þessum bæklingi ráðleggingum heilsueflingu á vinnustöðum af því að það var alveg fyrir 10 árum síðan það bil sem að það hófst samstarf á milli Vinnueftirlitsins og embættis landlæknis heilsueflingu á vinnustöðum. Þannig að við byggjum að sjálfsögðu á því sem hefur verið vel gert fyrir. Markmiðið með þessu verkefni og heilsueflingu á vinnustöðum almennt auðvitað að auka heilbrigði og efla vellíðan starfsfólks. Og það náttúrulega bara mjög mikilvægt þegar farið af stað í svona verkefni að allir séu svona upplýstir á hvaða vegferð vinnustaðurinn Og því það náttúrulega hér að vera að tala að þetta sé sameiginlegt verkefni starfsfólk og stjórnanda. Innleiðingun, hún gengur ekki vel ef að stjórnendur fara einir af stað í vegferðina og fá ekki starfsfólk með sér og heldur ekki ef starfsfólk hefur ekki stuðning stjórnenda. Og það þarf að vekja áhuga og virkja starfsfólk til að taka þátt í þessum breytingum og það mjög mikilvægur hluti af undirbúningsferlinu. Og það gott að minna á það að hér að ræða langhlaup og því mikilvægt að taka raunhæf skref í átt til umbóta. Og hér skipta tími og fjármagn máli og það þarf að gera ráð fyrir hvoru tveggja í áætlunum vinnustaðarins. Viðmið heilsueflingu á vinnustað sem sagt það sem við erum búin að vera að vinna að og Ingibjörg talaði áðan. Þau taka mið af heildrænni nálgun og byggja á vísindalegum bakgrunni og þau miðast auðvitað að þeim þáttum sem eru þekkt að hafi áhrif á heilsu og líðan starfsfólks og styðja við heimsmarkmiðin. Þannig að okkur finnst það alveg mjög gott í þessu mikilli umræðu sem heimsmarkmiðin og allir sem að vinna í það átt að þessi verkefni eiga góða samleið. Tilraunaverkefnið heilsueflandi vinnustaður, það til pröfu núna á 10 misstóru vinnustöðum sem að sóttu að taka þátt. Og sú vinna felst í því að það sem sagt stýrihópur stofnaður sem að vinnur sameiginlega að því að draga grunnlínu. Þessi stýrihópur hann endurspeglar starfsmannahópinn og hann svarar því til hvar vinnustaðurinn stendur í rauninu í hverju viðmiði fyrir sig. Og það best að geta þess að hjá embætti landlæknis eru samskonar verkefni í gangi fyrir öll skólastig og samfélög og því hefur verið sett upp gagnvirkt vinnusvæði og þróað og eflt og mikið lagt í sem nefnist heilsueflandi.is þar sem að viðmiðin eru og þar hefur hver vinnustaður sinn aðgang að svæðinu þar sem að stýrihópur skráir sínar upplýsingar. Aðrir hafa ekki aðgengi að þessum upplýsingum þannig að við til dæmis erum ekki að skoða hvernig hver og einn vinnustaður skorar í viðmiðin. Þetta algjörlega þeirra vinna. Og í kerfinu náttúrulega einungis verið að miða við framfarir hvers vinnustaðar fyrir sig og ekki verið að miða við aðra vinnustaði, þannig að þetta svona innri vinna. Hér sjáum við aðeins inn í þetta kerfi, heilsueflandi.is og þegar að grunnlína hefur verið dregin þá erum við með þennan byrjunarpunkt. Þetta eru þessir 8 flokkar sem við hefum verið að vinna að og þeir eru nú þegar í þessari pröfu og við erum náttúrulega bíðum mjög spennt eftir að fá rýnina til að einmitt geta aðlagað og gert betur. Það má sjá á þessari síðu að þarna eru þessir 8 flokkar, undir þeim eru jafnvel 2-3 svona skilgreindir undirflokkar. Og þarna til hliðar eru á flipanum vinstra megin, í stikkunni vinstra megin eru flipar þar sem að hægt að skrá, til dæmis þarna í efsta flipan mínar upplýsingar, þar eru skráðar upplýsingar vinnustaðinn og stýrihópinn sem dæmi, aðra hópa sem koma að vinnunni og slíkt.
Einnig má sjá flipa þarna fyrir neðan sem að nefnist mælikvarðar og þar má setja inn upplýsingar úr vinnustaðakönnunum til að fylgjast með breytingum á milli ára og yfir tíma. Síðan þarna skjalasafn og þar má geyma alls kyns skjöl sem að viðkoma heilsueflandi verkefninu og það mjög mikilvægt ef að til dæmis það eru breytingar í hópnum sem að stýri verkefninu, þá auðvelt aðgengi að upplýsingum og týnist því ekki í vinnan. Síðan þarna sækja gögn flipi sem að þar tímalína frá því að grunnlínan var dregin, hvernig staðan var þá og síðan hægt að skoða þær framfarir þá frá því að var byrjað að vinna með heilsueflingu. Sem segjum að grunnlínan sé dregin 2020, þá getum við 2025 sett út línurit eða kóngulóarvef eða þannig útgáfur að við sjáum hvaða framfarir hafa átt sér stað á þessum tíma. Og nú skulum við fara aðeins inn í kerfið og skoða hvernig viðmiðin koma til. Nú erum við þarna í kafla 2.2 undir vinnuumhverfi og þetta viðmið sem dæmi hefur fengið einkunnina 3 og það því að hluta komið til framkvæmda og stýrihópurinn hefur þá metið sem svo að hér sé tækifæri til að gera betur. Svarskalinn, þarna þið sjáið frá 1 til 5, hann þá frá því að vera ekki komið til framkvæmda til að fullu komið til framkvæmda og í þessum málglugga eru sem sagt 3 sem sagt aðgerðir þar sem ég ætla aðeins að segja ykkur, það þarna ítartexti, þar hægt að fá betri skýringu á því hvað átt við með þessu viðmið ef það eitthvað vafaatriði og leiðbeiningar hvað sé hægt að gera til að uppfylla það. Það þarna viðmið sem á ekki við og í einhverju tilfellum þarf að haka við það kannski á ekki við varðandi einhvern vinnustað og þá þarf hins vegar að fylla út og rökstyðja í glugga hvers vegna viðmið á ekki við. Og við getum séð þarna ef við skoðum þetta viðmið 2.2 á vinnustaði boðið upp á upplýsingar, fræðslu og leiðbeiningar hvernig hægt að fyrirbyggja stoðkerfisvanda. Að þá þarna kemur þarna fyrir við í skrá stöðu og aðgerð. Þarna skráð þá niður hvaða aðgerðir á að fara í til að uppfylla viðmiðið. Það tilgreindur tími sem það á að taka og hver ber ábyrgð á því verkefni. Nú það getur alveg verið 2-3 aðgerðir eða jafnvel fleiri eða færri og það hefur í raun og veru hver einasta skilgreinda aðgerð sinn tímaramma og ábyrgðarmenn. Nú á þessum vinnustað greinilega gert mikið til þess að styðja við stoðkerfi þar sem að hin 4 viðmiðin sem eiga við stoðkerfi hafa fengið 5 í einkunn og þau eru því búin að þau hverfa svona í bakgrunninn og það af því að þau eru þá að fullu komin til framkvæmda. En það þýðir ekki að við þurfum ekki, við getum endur heimsótt það, þetta getur einhver vinna týnst svo í raun og veru á leiðinni. Og þið sjáið það í þessu að þetta kerfi snýst það að þetta sena náttúrulega sjálfsmat vinnustaðar, þarna sem sjálfsmat vinnustaðar að ræða og því mikilvægt að viðmiðunum sé svarað af hreinskilni og að hálfu allra í stýrihóp og síðan sé það kynnt fyrir starfsfólki og starfsfólk hafi tækifæri til að rýna. Það þarf að vera hægt að taka málefnalega umræðu það sem að fólk upplifir á mismunandi máta og auðvitað kannski ekki alltaf eins á milli deilda eða eininga á vinnustað. Og þannig að það í raun og veru svona þarf að nýta almenna góða skynsemi til málefnalegra umræðuna í þessu ferli. Nú, vinnustaðir eru náttúrulega mismunandi og það engin nálgun eins enda eðli þeirra stærð og staðsetning allt þættir sem hafa áhrif og allir þurfa auðvitað að byrja á því að vega og meta hvort þeir hafa áhuga á að fara í þessa vegferð, svona vegferð heilsueflingu og vinnustað og þeir sem að ákveða að vilja verða heilsueflandi, þeir geta nýtt sér þessi viðmið til þess. Það bara gott að taka það fram að það þarf enginn að skora 5 í öllum viðmiðum. Þetta val vinnustaða og þetta ekki, þetta innri sjálfsvinna og ekki keppni þannig að
að sumir geta ákveðið að þeir ætli sér ekki að fara alla leið í einhverjum ákveðnum viðmiðum og það er þeirra auðvitað að meta það. En ef að vinnustaðurinn vill miða við það að vera heilsueflandi, þá erum við hér komið með svona leiðavísi til markvissrar vinnu og til þess eru þessi viðmið til að hjálpa ykkur til að vinna markvisst og heildrænt að heilbrigði og vellíðan starfsfólks. Og þá vona ég hafi náð á ágætis tíma með þetta. Ég var mjög lengi að minnka textan minn. En ég allavega þakka fyrir mig og Ingibjörgu og bendi hér á sennilega verður þetta nú birt einhvers staðar og þá hérna ágætis heimildalisti sem við höfum verið að vinna með, meðal annars. Þá það bara yfir til þín, Gunnhildur. Glæsilegt, takk báðar, bæði Ingibjörg og Sigríður Kristín fyrir að segja okkur frá þessu áhugaverða verkefni. Það kom hérna spurning inn í samskipta kerfið okkar. Hún hljóðar svona og ég veit ekki hvort þetta var beint til þín Ingibjörg eða hvað. Kulnun einungis tengt starfi. Hvað með álag ættingja vegna veikinda annarra sem að keyra sig í þrot svo sem langveikra barna eða heilabilaðra eða eitthvað slíkt? Algjörlega, já þetta það sem kemur alltaf upp þegar þetta nefnt og eðlilega og það má til dæmis nefna það að Ingibjörg Jónsdóttir sem háskólaprófessor í Gautaborg og hefur komið margoft til Íslands og haldið erindi að hún hefur margoft bent á það að þeir sem lenda, hún hefur talað streitu í mismunandi mæli og þeir sem lenda í alvarlegum vanda og lenda í kulnun sem eru sem betur fer fæstir sem lenda þar. Hún vill meina það að hennar á svona sína það séu þeir sem eru með álag á báðum stöðum og kannski mér gaman að nefna inn í fyrirlesturinn hans Andreas áðan að hann var að tala um að það er sem sagt hvíldin sem við þurfum að fá á milli og það var nú að vísa til stoðkerfisins en það á náttúrulega ekki síst við allt. Það virðist vera sem svo að við þurfum að ná að hlaða batterinu og ef við náum því, við erum ekki með það mikið álag við náum því, þá erum við í lagi. En málið kannski þetta bara með skilst og sálfræðingum, ég náttúrulega ekki sálfræðingur í grunninn, að leið og kulnun verður frátekið hugtak fyrir vinnutengda vandan, að þá þarf kannski að nota önnur hugtök fyrir þá annars konar vanda, örmögnun eða eitthvað slíkt. Einmitt. Frábært, gott og takk fyrir þetta. Ein kannski yfir til þín, Sigríður Kristín. Nú þetta tilraunaverkefni með heilsueflandi vinnustaðir. Veistu hvort að þessi vinnustaðir eru sem eru þáttakendur í þessum tilraunahóp, hvort að þeir eru staðsettir í sveitarfélögum sem eru með heilsueflandi samfélag? Já, það myndi ég nú halda. Það eru náttúrulega, við erum með yfirgnæfandi meirihluta sveitarfélaga í landinu sem eru orðin heilsueflandi sveitarfélög og það eru vinnustaðir sem eru innan heilsueflandi samfélag, já. Og síðan í framtíðinni hugsað þannig að þetta verði vinnutól sem bara aðgengilegt öllum og ef það verður þannig, bara getur svona séð fyrir þér í framtíðinni hverju þetta muni breyta? Já, þetta verður aðgengilegt og þetta eitthvað sem við erum að byggja upp til þess að verði einmitt aðgengilegt og frítt fyrir vinnustaði að átta sig einmitt á því hvað felst í heilsueflingunni og hvernig vinnustaðir geta best mætt þörfum einstaklinga, hvað varðar heilsueflingu og hvernig þau fara að því, hvað þurfa þau að vera að fókusa á til þess að efla heilsu og vellíðan starfsfólks. Það þetta markmiðið okkar að koma þessum vegvísi út þannig að vinnustæðarnir geti fókusað á það sem skiptir máli samkvæmt rannsóknum. Þannig að það markmiðið að þetta sé frítt, aðgengilegt og að vinnustæðar geti nýtt sér þetta til frambúðar. Frábært. Það gott að heyra og verður spennandi með framvinduna. Ég bara vil þakka ykkur báðum kærlega fyrir og þá ætlum við að vinda okkur í svona örlítið kaffihlé og ég hvet ykkur til þess að standa upp og hreyfa ykkur smá. Ég hef kannski ekki verið nógu duglega að minna á það en það alveg hægt að hlusta standandi. Við munum byrja aftur eftir 15 mínútur, sem klukkan 14:55 stundu íslega.
En við ákváðum í hléi fyrir þá sem að koma sér með kaffibollan sinn hérna aftur að sýna NAPO-myndband sem að er hægt að finna inn á heimasíðu Vinnueftirlitsins og líka inn á heimasíðu Vinnuverndarstofnunar í Evrópu. Og við ætlum að sýna NAPO-myndband stoðkerfið, en ég mæli alveg með því að þið farið inn hjá okkur á heimasíðuna og nælið ykkur líka í myndbandið heimavinnu og COVID. Það nýjasta myndbandið með NAPO. En við sjáumst aftur eftir 15 mínútur. Blessa með það.
Jæja, komið þið sæl aftur. Þá er það seinni hálfleikur.
Vonandi eru allir búnir að koma blóðinu aðeins á hreyfingu. Og fyrsta erindi eftir hlé fjallaði kostnað tryggingafélags vegna vinnutengds stoðkerfisvanda og það Gísli Níls Einarsson, sérfræðingur frá VÍS, sem flytur okkur það. Gjörðu svo vel, Gísli Níls. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða okkur hjá VÍS að taka þátt í þessari frábæru fjarráðstefnu. Eins og kannski flesti vita þá eru forvarnir okkur mjög mikið hjartasmál hjá VÍS og við telum okkur bara ekki bara vera að selja tryggingar heldur líka að vera huga forvörnum. En það sem að ég ætlaði að fara yfir með ykkur í dag, færist ekki glæran hjá mér. Færist glæran hérna hjá mér eða, já. Það sem ég ætla að gera í dag er það að ég ætla að fara yfir hvaða tryggingafyrirtæki að kaupa á Íslandi í dag og ég var voða glaður að sjá það sá sem að eru á eftir mér með erindi. Það hún Þóra Hallgrímsdóttir, gamli kennari minn úr tryggingaskólanum fyrir 10 árum, þannig að ef ég segi einhverja vitleysu núna eftir þá mun hún eflaust leiðrétta mig. En þær tryggingar sem að fyrirtæki að kaupa í dag eru fyrst og fremst slysatryggingu launþega sem að gengur út á það að bæta líkamstjón vegna vinnuslysa sem þá skilgreindur sem skyndilegur utanaðkomandi atburður. Sama á við ábyrgðartryggingu sem að bætir samskonar atburð, það að segja líkamstjón vegna vinnuslysa. En þá oftast verið að horfa til þess að það sé eitthvað sök í málinu, það að segja að það sé eitthvað bótaskylda til staðar. Þannig að svona í stuttu máli má eiginlega segja það að þær tryggingar sem taka til starfsmanna í dag, til dæmis gagnvart stoðkerfis áverkum eða meiðslum eitthvað svoleiðis, bara beintengt vinnuslysum. Þannig að kúltúrin hjá íslensku fyrirtækjum í dag það að það ekki beint að vera tryggjað á í þessum köllum frjálsum tryggingum. Það að segja fyrir stoðkerfisvandamálum. En það eru til svona tryggingar og ég nefni hérna 2 tryggingar eins og til dæmis sjúkratrygginguna sem að tryggi starfsmenn þá gagnvart sjúkdómum og slysum sem að veldur tímabundnum atvinnumissi eða örorku. En hins vegar biðtíminn í þessari tryggingu, hann dálítið langur, hann getur verið þetta frá 4 til 12 vikna og þar af leiðandi þetta kannski ekki að bæta það að maður verður frá vinnu í 1-2 vikur, til dæmis vegna einhverja stoðkerfisvandamála. En þeir aðalega sem að kaupa þessa tryggingu eru aðalega svona einyrkjar, sem eru bara svona verktakar eins og múrari eða eitthvað svoleiðis. Síðan erum við líka annað sem heitir starfsörorkutrygging, þetta eru 2 tryggingar, starfsörorkutrygging vegna veikinda og svo hinn vegna slysa. En þá þarf starfsmaðurinn að vera frá vinnu í ákveðin tíma og þá vegna slys eins og til dæmis við tannlæknir sem kannski fær gigt í hendurnar, hann fær sjúkdóm og þar af leiðandi getur hann ekki unnið sína vinnu, eða það píanóleikarinn sem lendir í því að hann missir framan á öðrum puttunum og þá hægt að leita í þessa starfsörorkutryggingu. En þannig að við getum eiginlega sagt að það sem tryggingafélög eru fyrst og fremst að bæta vegna einhvers konar líkamstjóna. Það að segja í tengt vinnuslysum. Og þá í lang flestu tilvikum, eða 90% tilvika, þá þetta stoðkerfistengt örorka, það sem að afleiðinga vinnuslysana eru eitthvað tengt verkjum eða langvarandi meiðslum í fótum, hnjám og baki og öxlum.
En hvað geta tryggingafélög gert? Við hjá VÍS fórum þá vegferð árið 2009 að við settum okkur það svona metnaðarfulla markmið að vera með forvarnir sem lykil hlut af okkar starfsemi og hafa þann tilgang að fækka slysum og tjónum meðal viðskiptavina og líka í samfélaginu. Og þá leið sem að við fórum það að við fórum að vinna með öllum hagsmunaaðilum og ekki bara viðskiptavinum og einn svo fyrsta aðili sem við nálguðust í þeirri vegferð var Vinnueftirlitið og við fórum að vera með svona árlega forvarnaráðstefnu sem var sameiginleg ráðstefna fyrstu árin með Vinnueftirlitinu og við höfum haldið hana núna í 11 ár og þetta eru 80 erindir og 30.000 þáttakendur sem hafa tekið þátt í þessu. Og þetta hefur orðið svona bara árlegu viðburð þar sem við erum að fá sérfræðinga til að koma og miðla sinni reynslu af öryggismálum og vinnuvernd til annara sem að koma og hlusta erindi þeirra. Síðan fórum við árið 2009, þá tókum við upp það sem heitir svona stöðumat forvarna sem svona raun yfir eins og svona heilsufarsskoðun okkar á fyrirtækjum. Og í kjölfarið þá fær fyrirtæki ákveðna einkunn eins og við sjáum þarna í skýrslunni, þá svona litakódar, hvar þú stendur vel og hvar ekki. Og út frá þessari einkunn og þá geta fyrirtækin verið að bera sig saman hvernig sá vinnustæður að koma út með aðra sem við erum að tryggja. Og það var dálítið skemmtilegt að segja frá því að þegar við fórum að gera þessar skoðanir, að þá vorum við að spyrja mjög mikið skipulag öryggismála, til dæmis þetta öryggistrúnamenn og öryggisverði. Og það var til þess að Vinnueftirlitið sá töluverða aukningu í ásókn þessara námskeið fyrir þessa aðila bara nokkur ár eftir að við vorum að gera þetta. En það kannski svona metnaðarfullasta verkefni sem við höfum farið í að við höfum þróað svona atvikaskráningarkerfi með okkar viðskiptavinum sem gengur út á það að aðstoða að fá yfirsýn á atvikum sem eiga sér stað í þeirra öryggismálum og vinnuumhverfi til að geta farið í forvarnir, til að meðal annars að draga úr stoðkerfisvanda. En það eru 16.000 starfsmenn fyrirtækja sem hafa aðgang að þessu forriti í dag og við erum búin að vera að þróta síðan 2013 og það er líka dálítið gaman að segja frá því að við höfum fengið erlenda aðila til að koma á forvarnaráðstefnuna og þarna fengum við öryggistjóra Coca-Cola í Bandaríkjunum til að koma og vera með erindi. Þannig að við leggjum mikið metnað í það að vera að miðla þekkingu. En varðandi atvik, þá erum við nýlega núna að kynna, erum við í dag og morgun að kynna nýjungar sem eru í þessu forriti til að aðstoða fyrirtæki að vera með og sveitarfélög að efla sína forvarnar og vinnuvernd, það að það komið svona nýtt mælaborð í forriti sem svona gagnvirkt og sjálfvirkt, þar sem að þú getur fengið auðveldlega yfirsýn á þeim atvikum sem eiga sér stað í starfseminni. Og sömuleiðis hægra megin sjáum við erum með svona sjálfvirka greiningarskýrslur. Það sem hægt að greina atvikin niður á þjóðerni, niður á aldur og starfsaldur og kyn og þá breytist, þá sérðu bara í rauntíma hvers eðli slysin eru en öll þessi slys sem eru skráð í dag í kerfið eru samkvæmt nýjum evrópskum skráningarlyklum sem Vinnueftirlitið tók upp núna áramótin. Og við erum afskaplega þakklátt Vinnueftirlitinu fyrir það að hafa farið í smá þróunarsamstarf með okkur á þessu ári sem gerir það verkum að það hægt að tilkynna slysin, fjarveruslys til Vinnueftirlitsins beint út úr þessu forriti núna. Sömuleiðis 20% af vinnuaflinu á vinnumarkaðunum af erlendu bergi brotnu og því höfum við þýtt kerfið yfir á 2 tungumál, það er að segja ensku og pólsku. þar sem að Pólverjar eru með langstærsta hlutvall af erlendu þjóðirni á atvinnumarkaðnum. En ég er kannski aðeins búinn að vera að básuna mig hvað við erum að gera, en hvað eru okkar viðskiptavinir að segja? Og það er rosalega gaman að heyra það, að þau upplifa það, að þetta frumkvæði okkar er að stuðla því að þeirra öryggi er að aukast á vinnustafnum og þeir sjá mikinn ávinning í því að nýta sér þessa forvarna þjónustu og þessa lausni sem að við erum að bjóða upp á.
og því erum við mjög sátt við það að við séum ekki bara að einblína á einhverja bætur í kjölfarsslysa, heldur við erum að einblína á það að koma í veg fyrir slys áður en að það þurfa að leita til okkar með einhver líkamstjón. Þannig að lokum þá bara kannski þetta að okkar við lítum þannig á það að tryggingafélög bara eins og við ætti ekki bara að vera að líta sitt hlutverk að vera bara að bæta tjón, heldur við að vera að sýna frumkvæði í forvarnastarfi og stuðla öruggari samfélagi og fækka þannig til dæmis stoðkerfisvandamálum á vinnustöðum. En á sama tíma þá kannski meginmarkmið okkar það að við erum að stuðla því að okkar viðskiptavinir lendi síður í tjóni. Þá ég búinn að renna yfir mína glærur. Takk kærlega fyrir þetta, Gísli Níls. Við erum nú ekki komið með spurningu í kommentakerfinu okkar en ég með og bara, mér langar kannski líka bara fyrst að segja, ég ekki beint með spurningum, mér langar að segja, mér finnst bara merkilegt og flott af tryggingafélagi að leggja svona áherslu á forvarnir og eins og þú segir, sýna þetta frumkvæði. En eru svona tryggingafélagi ykkar, það á einhvern hátt að umbuna jafnvel vinnustöðum sem standa sér sérstaklega vel í svona forvörnum eða hafa staðið sér vel svona sem heilsueflandi vinnustæðir? Svona fyrir Já, sko, það ekki spurning að við höfum umbunað okkar viðskiptavinum sem hafa staðið sér vel í því að snúa öryggismálum sínum þannig í hag að það bara nánast öll svona slys og óhöpp, þau bara hverfa í tilkynningum til okkar. Það ekki spurning og það það með þetta sem við lítum á þetta bara okkar viðskiptasamband bara svona sem samstarf með fyrirtækjunum að við séum að stefna í sömu átt að stuðla bara öruggari vinnustað. Já, einmitt. En þú segir að það eru helst þessar frjálsu tryggingar hjá ykkur sem að taka á stoðkerfisvandanum. Hafið þið eitthvað svona kannski einhverjar tölur yfir hversu stór þessi vandi sem að koma til ykkar? Sko í raun og veru það eins og ég sagði áðan, kultúrinn fyrir svona tryggingum á Íslandi, hann mjög lítill. Þetta mjög sérhæfður hópur sem að kaupa þessar tryggingar, eins og ég sagði áðan, tannlæknar, sjúkraþjálfarar og einhverjum svona aðilar sem vinna eitthvað með í höndunum. Þannig að kannski að hlutfall af heildartryggingum sem við erum að veita til starfsmanna, þá þetta kannski bara svona 1–2%. Þannig að það voða lítið eitthvað svona tölfræði varðandi stoðkerfisvandamál sem við getum svona heimfært út frá því. Þetta svo þröngur hópur. Já, akkurat. En allavega mjög áhugavert, Gísli Níls, og ég þakka þér kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag. Og þá næst á dagskrá Þóra Hallgrímsdóttir, sérfræðingur við lagadeild Háskólans í Reykjavík og hún ætlar að segja okkur frá bótarétti vegna vinnuslysa. Gjörðu svo vel, Þóra. Takk fyrir og komið í sæl. Takk fyrir að fá að taka þátt í þessari áhugaverðu ráðstefnu. Ég ætla aðeins að fara yfir bótarétt vegna vinnuslysa og eins og komið hefur fram í dag að þá getur stoðkerfisvandi auðvitað komið til vegna ýmissa aðstæðna og atvika og hann getur verið sjúkdómsástand sem þróast á löngum tíma og hann getur líka verið afleiðing áverka sem verður áverkar sem koma til vegna slysa. Og bótaréttur getur verið mismunandi eftir því hvort sjúkdómsástand að ræða eða afleiðingar slysa. Ég ætla að afmarka mig við, það fékk það verkefni að afmarka mig við bótarétt vegna vinnuslysa og hinn svona ýmsu bótaúrræði sem eru til vegna þess. Og við ætlum að skoða hver þau eru, hvað verið að bæta með þeim og hvort að bótin nái yfir þær aðstæður sem að geta skapast hjá þeim einstaklingum sem slasast. Og þegar við aðgreinum
slys frá sjúkdómum í bótaréttarlegum skilningi að þá kom það aðeins fram líka hjá Gísla hér áðan að til þess að aðgreina áhættu sem að getur orðið vegna sjúkdóma og áhættu sem getur orðið vegna slysa að þá skilgreinast slys í skilningi slysatrygginga venjulega með þeim hætti að til þess að slys sé að ræða þá þarf að vera einhver skyndilegur utanaðkomandi atburður sem að veldur meiðslum og líkama og gerist án vilja hins slasaða. Og það sem að við þurfum að hugsa hvað varðar til þess að tengja þetta við stoðkerfið og stoðkerfisvanda, að þá getur stoðkerfisvandi komið til bæði sem orsök og auðvitað sem svo afleiðing í slysum. Við getum svona með einhverjum rökrænum hætti gefið okkar að heilbrigð stoðkerfi ætti að geta dregið úr slysahættu, ætti að geta gert þeim kleift sem að eru að vinna í einhverju vinnuumhverfi að geta brugðist betur við óvæntum eða skyndilegum utanaðkomandi atburðum ef að stoðkerfið er í lagi. Þannig að það getur dregið úr því að það verði úr tíðni slysa ef að heilsan er góð. En því miður að þá sjást auðvitað oft beinar afleiðingar af slysaverkum sem að felast þá í stoðkerfiseinkennum og það kom eins og kom fram hjá Gísla áðan að 90% af slysaáverkum leiða til einhverja stoðkerfis afleiðinga. Og svo getur líka í þriðja lagi geta afleiðingarnar mögulega orðið meiri hjá þeim sem eru með veikt stoðkerfi fyrir. Þannig að ef einhver sem er veikur fyrir lendir í slysaáverka þá geta afleiðingarnar mögulega verið meiri fyrir hann heldur en fyrir aðra sem að fá samskonar áverka. Þannig að þetta skiptir töluvert miklu máli þegar það kemur að slysa málum. Og þau bótaúrræði þegar við erum komin svo langt að við erum ekki búin að geta komið í veg fyrir slys og þau eru orðin að þá getur hinn slasaði átt ýmis úrræði. Og þau eru ekki bara vátryggingar eins og Gísli var að fjalla áðan, heldur geta verið bundin réttindi í kjarasamningum. Það eru fyrst og fremst þá kannski réttur til launagreiðslna eða réttindi úr sjúkrasjóðum verkalýðsfélaga sem var komið inn á hér áðan hjá henni Ingibjörgu hjá Virk að ásókn einstaklinga til réttinda í sjúkrasjóðum hefur aukist verulega á síðastliðnum árum í allavega hjá einhverjum sjúkrasjóðum. Og þar er ítalegri bótaréttur heldur en bara vegna slysa en það er líka vegna slysa. Þannig að laun og réttindi úr sjúkrasjóði geta virkjast þegar einhver lendir í vinnuslysi og svo er það þessi sérstaka vátrygging sem að atvinnurekendur með skylt að kaupa samkvæmt ákvæðum lang flestra kjarasamningar sem heitir slysatrygging launþega sem að hinn slasaði getur þá sótt í og það eru vátryggingarfélög sem að afgreiða þau mál. Þarna til viðbótar kemur svo úrræði að hálfu almannatryggingar sem er byggt á lögum númer 45 frá árinu 2015 sem eru sérstakar slysatryggingar almannatryggingar sem Sjúkratryggingar Íslands sjá að afgreiða og þar getur maður setta svona ákveðin spurningamerki og ég setja svona fram hér að því ég hef tækifæri til þess. Ákveðin spurningamerki það hvort hið opinbera með almannatryggingakerfinu þarf að koma inn í öll vinnuslys við að gildissvið 5. greinar þessara laga er nokkuð viðtækt hvað varðar þá sem eru í vinnu að þeir eiga allir rétt samkvæmt þessum lögum, einhvern grunnrétt og þá til viðbótar þeim rétti sem þeir eiga samkvæmt kjarasamningum. Þannig að slysatrygging launþega virkjast og slysatryggingar almannatrygginga virkjast líka. Og hlutverk almannatryggingakerfisins getur auðvitað verið að tryggja alla en það getur líka og má líka alveg hugsa það þannig að það ætti nú kannski frekar að grípa þá sem ekki hafa önnur réttindi og við erum að halda úti úrræðum bæði hjá vátryggingafélögum og hjá hinu opinbera sem eru eins og við sjáum aðeins á eftir svolítið að bæta mjög svipaða hluti og bótaúrræðin eru byggð á nokkuð svipuðum sjónarmiðum. Svo til viðbótar við þetta sem er ekki bundið við slys en tekur líka til slysa getur ef afleiðingarnar eru alvarlegar þá getur örorkulífeyrir lífeyrissjóða komið til og það eru lífeyrissjóðirnir sjálfir auðvitað sem að þá
afgreiða þau mál. Einkavátryggingar einstaklinga, eins og Gísli kom inn á áðan, geta náð til vinnuslysa líka og þá það vátryggingafélög sem að selja þau úrræði. Það má alveg segja, og ég get alveg tekið undir það með honum að þau úrræði ekkert sérstaklega útbreidd þó þau séu fyrir hendi hjá öllum tryggingafélögum, að þá þetta auka kostnaður sem kannski venjulegu launþegi ekkert endilega að leggja í vegna þess að hann á tiltekið réttindi á öðrum stöðum. Og svo til viðbótar við þetta, ef að einhver ber skaðabóta, ef atvinnurekandinn til dæmis ber skaðabóta ábyrgð á slysum, þar að segja ef einhverjar aðstæður eru þannig á vinnustaðnum að hinn slasaði getur bent á að ekki hafi verið farið eftir öryggisfyrirmælum eða gerðar einhverjar ráðstafanir sem hefði átt að gera eða einhverjar ráðstafanir gerðar sem leiddu til slys, að þá getur atvinnurekandi þurft að bera skaðabóta ábyrgð á vegna líkamstjón sem verður vegna slysa og þá þarf þá atvinnurekandinn að standa skil á skaðabótum til hins slasaða og í mjög mörgum tilfellum og ábyrgðartryggingar vátryggingafélaga grípa þá skaðabóta ábyrgð með þeim hætti að ef að bótaskilyrði skaðabótaréttarins eru fyrir hendi, að þá greiðast bætur úr þeim ábyrgðartryggingum og það eru svona nokkuð algengt að atvinnurekendur eru tryggðir með þeim hætti. Þannig að þetta eru nokkur úrræði og þá má svona segja að einhverju leyti að hinn slasaði þarf svona einhvers konar landakort þetta skóglendi bótaréttarins. Hann þarf að fara á marga staði og hann þarf að rata á þau réttindi sem hann hefur samkvæmt ýmsum bótaúrræðum og þar mætti kannski aðeins hugsa, mættu aðilar vinnumarkaðarins hugsa, mættu opinberir aðilar líka hugsa það að það gæti verið að þessu væri betur fyrir komið með einfaldar og skýrari hætti fyrir þá sem að þurfa að sækja sér aðstoð vegna vinnuslysa. En þau bótaúrræði sem eru þarna fyrir hendi að þau eru með mismunandi innhald. Það mismunandi kaka í öllum þessum ofnum, ef við getum orðað það skringilega, en þær tegundir bóta sem að koma til vegna vinnuslysa eru ýmist fjárhagslegs eðlis eða byggja á fjárhagslegu tjóni hins slasaða og hins vegar greiðslu sem að byggjast á svokölluðu ófjárhagslegu tjóni. Og þau kjarasamningsbundnu úrræði sem að felast í að fá greidd laun og eða dagpeninga úr sjúkrasjóði í slysaforföllum, að þau byggjast á því að reyna að bæta starfsmanninum það sem hann hefði hann verið í vinnu. Og dagpeningar úr sjúkrasjóði gera það að hluta, í einhverjum sjúkrasjóðum eru greidd 80% af launum, í öðrum eitthvað minna, það getur verið mismunandi eftir sjóðum, en þarna verið að reyna að nálgast eitthvað með einhverjum hætti þeirra hinna slösuðu fjárhagstjón. Hvað varðar slysatryggingarnar, hvort sem við erum að tala slysatryggingu launþega samkvæmt kjarasamningi eða slysatryggingu almannatryggingar samkvæmt lögum, að þá eru bæturnar ekki reiknaðar út á einstaklingsbundnum forsendum í þeim skilningi að það lagt bara almennt læknisfræðilegt mat á afleiðingar tiltekins áverka og það þá gert með sama hætti hjá öllum, alveg óháð því í hvaða starfsstéttir eru og bætur eru reiknaðar á grundvelli þess mats og þeirra fjárhæði sem annarkvort samið í kjarasamningi eða kveðið á í lögum eða reglugerð. Þannig að þarna eru bætur staðlaðar. Þannig að bótaréttur þeirra sem að geta ekki gert skaðabótakröfu á sinn vinnuveitanda eða einhvern annan sem að mögulega ber skaðabótaábyrgð á afleiðingum slys, að þær eru nokkuð staðlaðar og almennar. Og það getur auðvitað verið komist nálægt því að bæta það tjón sem að raunverulega var, en það ekkert víst að það gerir það. Og þeir sem að vinna til dæmis líkamlega erfið störf, þeir geta mögulega verið vanbættir með þessum úrræðum, en það eru þau ekki hugsuð endilega til þess að bæta tjón að fullu.
það hins vegar eina úrræði í bótaréttinum sem að miðar því að bæta tjón að fullu skaðabótarétturinn og þar höfum við lögfest úrræði í skaðabótalögum sem að gera ráð fyrir því og tilgangur eða markmið þeirra það að það séu greiddar fullar bætur fyrir fjártjón hins slasaða og hæfilegar miskabætur. Og það markmið að auðvitað færir okkur nær því að gera hinn slasaða einsettan eins og hann hefði ekki lent í vinnuslysinu. Og fjártjónið þá svona alla jafna sá kostnaður sem að viðkomandi verður fyrir og svo hins vegar það atvinnutjón sem að mögulega kann að verða. Það tekjur sem þú missir annarkvort tímabundið eða varanlega og það persónubundið mat. Þar verið að leggja mat á fjárhagslega hagsmuni hvers og eins. Hvað varðar ófjárhagslega tjónið að þá getur það bæði verið tímabundið og það getur líka verið varanlegt og það lagður almennari mælikvarði. Það það sem að stendur eftir og erfiðar að setja verðmiða á heldur en atvinnutjónið eins og ég var að lýsa áðan. Og þetta eru staðlaga bætur sem að komast að einhverju leyti eiga að bæta þær þjáningar og þann miska sem að einhver verður fyrir með því að lifa með líkamstjóninu. Og þau óþægindi og svona sú breyting á lífsháttum sem að margir þurfa að viðhafa getur auðvitað það getur verið plástur á það sár að fá greiðslu til þess að lifa með því en ég held að ég geti nú sagt með hönd og hjarta eftir að hafa lesið allt og mörg möt á afleiðingum líkamstjóna að vanlíðan og skerðing lífsgæða til framtíðar verður seint metin almennilega til fjár. Og ég trúi því að langflestir þeir sem að setjast niður og skoða bankareikningin sinn myndu miklu frekar vilja losna við bakverkin sem að þeir finna fyrir þegar þeir setjast niður. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta Þóra og ég svo hjartanlega sammála þér eftir tæplega 30 ára starf með fólki með langvinnaverki þar af stoðkerfisverki að þetta er eiginlega varla hægt að bæta og flestir myndu einmitt fyrir ekki að vilja svo færri krónur en hafa heilsuna sína. En ég með svona smá spurningu til þín. Nú svolítið gig eða svona harkvinna svolítið að aukast á fleiri starfsviðum en áður og þá fólk ofta að vinna sjálfstætt og kannski upp á sjálft sig komið með ýmis réttindi. Hvernig þetta fólk að falla að svona núverandi fyrirkomulagi bætur finnst þér? Já, þau bótaúrræði sem að þeir einstaklingar hafa auðvitað ekki kjarasamningsbundin, ef þú vinnur hjá sjálfum þér, þá hefur ekki þessi kjarasamningsbundnu réttindi. Og það felur í sér að þér ekki skylt að kaupa slysatryggingu fyrir sjálfan þig. Þú verður að gera það sjálfur. Þú getur hins vegar átt slysatryggingarétt hjá almannatryggingum. Almannatryggingakerfi grípur þá einstaklinga eins og reyndar alla aðra einstaklinga eins og ég benti á áðan. En það eru fyrst og fremst einkavátryggingar sem að grípa þessa aðila. En auðvitað ef þeir hafa staðið skil á sínum greiðslum í lífeyrissjóð að þá auðvitað eiga þeir einstaklingar líka örorkulífeyrisrétt hjá lífeyrissjóðum. Einmitt. Og skaðabótarétt mögulega ef að einhver annar ber ábyrgð á afleiðingum líkamstjóns þeirra. Já, einmitt. Heyrðu frábært. Takk þér kærlega fyrir þetta erindi Þóra og takk fyrir að vera með okkur í dag. Takk sömuleiðis. Takk. Nú þá ætlum við að snúa okkur að erindi Þórunnar Sveinsdóttur sem gæðastjóri hér hjá Vinnueftirlitinu og hún með erindi sem heitir Forvarnir á vinnustað, samtalsvakar fyrir umræður stoðkerfisvanda. Gjörðu svo vel Þórunn. Kæra þakkir Gunnhildur, gaman að vera með ykkur á þessari ráðstefnu og gríðarlega áhugaverð erindi. Nú eins og síðasti fyrirlesari kom inn á að þá bæta peningar ekki allt og það búið að tala bæði þessi
þessi tryggingamál og hvernig má mögulega bæta fólki að einhverju leyti. Ég man eftir því að hafa verið úti á vinnustöðum þar sem að menn ræddu það og töldu sig bara verið í góðum málum vegna þess að starfsmennirnir væru svo vel tryggðir. Við erum búin að heyra margt í dag sem að hefur sagt okkur annað og auðvitað vitum við mögulega líka með meiri og breiðari þekkingu að svo ekki. Þannig að ég sem sagt ætla að ræða við ykkur forvarnir, það mitt stóra áhugamál og hugðarefni skulum við segja, búin að starfa lengi við vinnuverndina. En ég held ég þurfa að biðja tæknimannin okkar að bjarga glærunum mínum á skjáin. Við tókst einhvern veginn að henda þeim út. Þórunn, það virðist vera eitthvað smá bara í kerfinu, þetta ekki beinlínis þú, þannig að við bara, ef þú kannski bara, þú ert í mynd, þannig að þú bara spjallar aðeins áfram og svo reynum við að koma glærunum að. Ertu ekki til í það? Kannski ekki leika þær en svona spjallaði aðeins í gegnum þær? Jú, ég bara byrja en það sem að, já, akkurat, þarna kemur þetta, glæsilegt. Gott. En eins og ráðherra minntist á í upphafi að þá erum við að taka þátt í þessu átaki, hæfilegt álag heilbrigt stoðkerfi og það mun standa núna næstu 2 árin og sem mjög flott að þá erum við með þennan stýrihóp sem kom fram þarna í upphafi, þannig að það verður að fá marga til leiks og það akkurat það sem í rauninni þarf í þessu stóra viðfangsefni því að þetta ekki einsmannsverkefni og það þurfa margir aðilar á mörgum stöðum að leggja hönd á plóginn þannig að við náum raunverulegum árangri. Nú það búið að gera rannsóknir og gert alveg reglulega í Evrópu, bæði Vinnuverndarstofnunin í Bilbao annars vegar og Vinnuverndarstofnunin sem staðsett í Dublin. Þau gera rannsóknir reglulega og það kemur í ljós að vandinn mjög útbreiddur og það skýringin á því af hverju þetta átak nauðsynlegt. Það hreinlega þannig að 3 af hverjum 5 starfsmönnum í ESB-löndunum skýra frá stoðkerfisvanda í þessum könnunum. Miklu meiri hluti fólksins telur að stoðkerfisvandinn sé sá alvarlegasti af öllum þeim mögulegu atriðum sem kynna að vera til staðar í vinnuumhverfinu. Það búið að fara svolítið vel í gegnum það að þjáningar og kostnaður fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélagið eru umtalsverð. Þannig að það til mikils að vinna að ná þessu á betri stað. Og málið að þetta getur átt við öll störf. Alls staðar fólk að nota líkamann á einhvern hátt. Og ef við lítum á aðra af þessum rannsóknum sem bara nýlega frá 2019, þá kemur í ljós að 3 algengustu áhættuþættirnir í vinnuumhverfinu eru þessar endurteknar hreyfingar með höndum með handleggjum, tengir svolítið við það sem Anders var að tala þarna í upphafi, að vera alltaf að gera sama hlutin án hvíldar of lengi. Að sitja of lengi og einmitt nýlega rannsókn þarna, ég nú ekki með mynd af því, en sýnir að 58–9% fólks telur sig sitja mjög stóran hluta vinnutímans og maður getur bara velt í fyrir sér hvernig þetta hvað okkur sjálf varðar og leið og ég segi það, þá langar mig kannski að hvetja ykkur bara til þess að standa á fætur og teygja aðeins úr ykkur og halda fram að hlusta og horfa þannig. Nú að lyfta þungum byrðum, fólki eða öðrum hlutum, það líka eitthvað sem að vigtar ansi þungt í þessu og þetta skapar allt aukið álag á hreyfi- og stoðkerfið. Nú, þá langar mig kannski svolítið að tengja þetta og skilgreina hvað eru vinnutengd stoðkerfisvandamál og eins og hér kemur fram á glærunni, ef að þetta vinnutengdur stoðkerfisvandi þá orsakast hann fyrst og fremst af vinnu eða aðstæðum í starfsumhverfi eða versnar vegna áhættuþátta í vinnunni. Þannig að þetta þarf að vera svona orsakasamband þarna á milli. Nú áhættuþættirnir, það mikið búið og vel að fjalla það hérna í dag, þeir geta verið líkamlegir, sálfélagslegir,
skipulagslegir og líka einstaklingsbundnir. Það kom aðeins betur inn á þetta á eftir. Nú hérna sjáum við líkamshlutana sem að helst verða fyrir barðinu á þessu öllu saman. Bakið og efri útlimir, það þá algengast þar og í fótum þá heldur minna. Og nú ef við lítum aðeins til Íslands, það búið að fjalla töluvert örorkuna hérna og segja frá því hvernig því háttað, en kannski má bæta því við þá hérna greiðslur ríkisins vegna örorku og endurhæfingar voru á síðasta ári 2019 59 milljarðar. Og hér mikla fjármuna að ræða. Auðvitað segir ekkert hér í hvaða mæli þetta kynni að vera vinnutengdur stoðkerfisvandi, en það mikið á sig leggjandi þarna að vinna að því að skoða þau mál og vinna í forvörnum á fyrsta stigi, því að það kannski þar sem að við eigum langstærstu möguleikana á að snúa hjólinu við. Og þá einmitt vaknar þessi spurning, hvernig ætlum við að ná stjórn á þessum vinnutengda stoðkerfisvanda sem að við blasir og hvað þarf til? Og eins og kannski þessi myndar með sér og kynningarmynd átaksins, að þá á þetta við vítt og breytt í hinum ýmsustu starfsgreinum, þó að það vegi og kannski falli misþungt, en þá erum við alls staðar að nota líkamann í vinnunni. Nú, þau ykkar sem hafa gluggað í lög og reglur og í vinnuverndarlögin, og af því að við erum á vinnuverndarráðstefnu, þá á ég svona frekar vona því að flestir vita af lögunum að þau séu til og þekkju þau meira að segja kannski töluvert, en þar segir að á hverju vinnustað skuli vera áætlun öryggi og heilbrigði á vinnustað. Og það svona fyrsta stigs forvörð, þannig hugsun að það þurfi að gera áætlun til þess að tryggja starfsmönnum öryggi og heilbrigði, og þá áhættumatið grunnurinn í öllum forvörnum. Og lögin, þau eru tilgreind þarna, þau eru að finna á heimasíðun okkar, og reglugerðin líka sem að fjallar skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum, og þar líka verið að skoða, sérstakur kafli áætlun öryggi og heilbrigði og heilsufarsskoðanir og áhættumat. Áhættumati snýr náttúrulega að vinna hvernig heildstætt, en það sem við erum að fókusera á í dag er hreyf- og stoðkerfið, sérstaklega. Og þá langar mér svolítið að velta upp þessari spurningu varðandi það þegar verið að gera áhættumat, raunverulega verið að skoða og meta álag á hreyf- og stoðkerfið. Því gefinn gaumur í þeim mæli sem til þarf, og mig grunar að það geti verið á öllum skalanum, allt frá því að vera gert mjög vel yfir í það að menn mögulega telja að það sé bara engin vandi á ferð, og við höfum séð niðurstöður rannsóknar einmitt frá þessu ESNR þarna 2019 sem rannsókn sem Bilbao-stofnunin gerir, þessi evrópska, að það getur verið ein ástæða fyrir því að menn ekki að gera áhættumat, að það bara hreinlega að þeir telja að það sé ekki þörf á því vegna þess að það séu ekki þessar áhættur til staðar. Þarna skiptir máli náttúrulega að hafa nægilega þekkingu og skilja áhætturnar til þess að geta brugðist við þeim, en að sjálfsögðu geta verið þannig vinnustæður að það sé búið að vinna svo vel í málum að það sé nánast búið að komast fyrir flest, og auðvitað það eitthvað sem við erum að stefna að. En það þarf að vera svolítið gagnrýnið þarna, og þetta hjól sem að þið sjáu hérna, það þekkið nú ábyggilega fyrir allskyns samhengi, það gagnlegt að hafa það til hliðsjónar og einmitt spyrja sig, erum við að nota nógu góðar aðferðir, erum við með allar þær upplýsingar sem að við þurfum til þess að fara í góða greining og mat, hverjir koma að þessu, hverjir að taka þátt, verður til tímasett forvarnaráætlun og forgangsröðun á aðgerðunum. Og eins og litla myndin þarna sýnir, ef þetta slær út í rautt, ef áhættan metin mikil, og þá þarf að sjálfsögðu að byrja þar og takast á við það. Þannig að þarna þarf að forgangsraða eins og allstaðar í lífinu, og síðan þarf auðvitað að vera góð og trygg eftirfylgni, þannig
menn fara ekki bara í matið, heldur þarf að fara þá í að forgangsraða úrbótunum og framkvæma þær og það þarf að tímasetja þær og hafa ábyrgðar aðila og allt þetta. En undirbúningurinn, hann gríðarlega mikilvægur og það þarf að vera ljóst hver ætlar að leiða þetta, hver heldur í stýrið og hver gerir hvað og hvenær. Þannig að má ekki gleyma því, því að annars verður kannski lítið úr verki þó viljinn sé góður. Aðeins þá meira hérna þessa áhættuþætti tengt stoðkerfisvanda og þarna má kannski skipta þessu í 4 hluta. Og ég hef sett þessa pílu þarna krossarni í miðjuna af því að þetta virkar algjörlega í allar áttir. Þetta eru oftast samverkandi þættir sem að hafa áhrif hver á annan. Varðandi þetta líkamlega þá erum við búin að heyra svolítið það, óheppilegar vinnustellingar, lyfta þungum byrðum, að sitja mjög lengi eða standa líka eins og maðurinn á trésmíðaverkstæðinu að standa allt og lengi. Endurteknar einhæfar hreyfingar eða verkefni, það svolítið það sama og Anders var að tala þetta að fá inn meiri fjölbreytni. Svo geta aðstæðurnar sjálfar eins og þrengsli, lýsing, hitastig, trekkur, titringur. Það væri að telja miklu fleira, bara ekki pláss á glærunni, en þetta svona bara til þess að draga inn eitthvað til að svona myndgera það. Og þetta hefur gríðarlegt samspil við skipulagið. Hvað ertu lengi að vinna í þessum tilteknu aðstæðum? Og mér fannst mjög áhugavert að sjá þessar rannsóknir sem að Anders og félagar hafa verið að gera sem sýnir þá hvað þessi möguleiki til hvíldar og tilbreytingar og breytilegs álags, hvað það að skipta miklu máli. Þannig að þarna þarf að hanna vinnuskipulagið og ferlana þannig að það verði þessi fjölbreytni. Getur fólk tekið hléð, hvernig hraðinn og þá förum við yfir á þetta sálfélagslega, getur stýrt eigin verkefnum, getur stýrt hraðanum, getur tekið hléð þegar þú vilt og það þekkjum við að ef það mikið vinnuálag á hraði þá vex streitan. Það bara þannig. Hefur stuðning í vinnunni frá yfirmönnum og samstarfsmönnum, gríðarlega mikilvægt, stuðningur og skilningur. Nú síðan eru svona einstaklingsbundnir þættir eins og aldur, ertu ungur að árum og óreyndur eða ertu orðið reyndur í starfi. Við vitum að stoðkerfisvandinn hann eykst með hækkandi aldri og þá skiptir máli að gera vinnustaðinn þannig úr garði að allir í rauninni geti unnið sem flest verkefni. Nú skortir á starfþjálfun, ef að fólk hefur ekki fengið neina þjálfun þegar það byrjaði starfið, þá mun meira hætta á því að illa geti farið. Þannig að hér margt sem þarf að skoða og samspili þá við hina þættina. Þessi mynd, hún kannski á nú fyrst og fremst að sýna það að til þess að vel lukkist og verkið skili góðum árangri þá þurfa allir að vinna saman og í takt. Annars hætt við því að það halli á einu aðra hliðina og þarna semst þessi samvinna og samtali milli aðilana gríðarlega mikilvæg. Atvinnurekandinn hefur skýra ábyrgð til dæmis í því að gera þessa áætlun öryggi og heilbrigði og fá til samstarfs innan vinnustaðarins öryggisnefnd ef þetta það stór vinnustaður eða öryggistrúnaðarmann og vörð ef þetta svona miðlungsstórt milli 10 og 49 og ef það eru minni vinnustaðar þá það bara starfsmennirnir sem að starfa með viðkomandi. Nú starfsmenn almennt koma síðan vel á að vera virkir inn í það að vinna áhættumati sem varðar eigin störf. Þeir hafa bestu þekkinguna, þeir hafa oft mjög góðar hugmyndir hvernig má leysa hlutina þannig að hlutir fari vel. Nú sé það þannig að það skorti þekkingu innan vinnustaðana eða jafnvel tíma líka til þess að vinna þetta markvisst og þannig að það fari ákveðin farveg og ferli og hlutum ljúki, þá getur þurft að kalla til ytri aðila. En ekki síst ef að þarna þekkinguna kannski skortir og það eru þjónustaðilar í vinnuvernd, það eru slíkir aðilar sem hafa verið viðurkenndir af Vinnueftirlitinu til þess að vinna þannig áætlanir og það listi á heimasíðun okkar ef menn þekkja ekki til þess þar sem að hægt að komast að því hvar þessa aðilar að finna á hvaða sviðum þeir starfa. En að fyrirbyggja stoðkerfisvandann, hvað helst og ég segi áhættumati, við erum búin að ræða það töluvert,
áhættumatið og áætlun forvarnir gríðarlega mikilvægt og algjör grunnur og að gera úrbætur sem byggja á þessu áhættumatiði, þjálfun og fræðsla, sérstaklega við nýliðana en líka reglubundi fræðsla fyrir aðra, þjálfa vinnutæknina og nota léttitækin og allt þetta, stjórnendafræðsla, ótrúlega mikilvægt að stjórnendur þekki og skilji vinnuumhverfið og viti hvað getur skapað hættur og hvernig eigi að bregðast við og hvert þeirra ábyrgðar hlutverk. Síðan geta þeir deilt út vinnu og verkefnum en að þeir séu svolítið kjarninn þarna á toppnum sem að leggur línurnar í samvinnu við sitt starfsfólk. Nú, þarna kemur punktur hönnun vinnustaða, þarna og vinnuferlana. Þið heyrðu það af erindi Anders að þetta mikill kjarni þannig að þegar verið að hugsa vinnu og verkefni og vinnustaði þá þarf virkilega að hugsa út í þetta breytilega álag til þess að þetta eigi að vera í lagi og lukkast vel. Nú, líkamsrækt það eitthvað sem menn geta gert og ofta að gera, það verið að veita líkamsræktastyrki eða bjóða upp á eitthvað slíkt á staðnum og allt gott það að segja. En það eitt og sér dugar alls ekki. Og svo getið velt fyrir ykkur hvað verið að gera á ykkar eigin vinnustað. Menn að haldast í hendur og horfa á stóru heildarmyndina eða hvernig þetta vinna og virka? Mér langar þá aðeins að nefna þessa samtalsvaka sem að eru hluti af þessum verkfærum sem hafa verið þróaðir í þessu átaki sem stendur núna í 2 ár. Ég með slóðina þarna á heimasíðuna. Þetta til að vekja umræður á vinnustaðnum stoðkerfisvanda. Stundum þetta mjög augljóst. Fótbrotni maðurinn, það vita allir að hann fótbrotinn og það reynt að hliðra til og gera og græja og svo gæti hann bara mögulega verið heima líka vegna þess að hann getur ekki unnið á vinnustaðnum eins og staðan væri. En sá sem með stoðkerfisvanda sem ekki svona sýnilegur, hann getur verið miklu flóknari og hann kannski ekki tilbúin að taka hann mikið upp til umræðu eða finnst erfitt að gera það. Og þá eru þessir samtalsvakar alveg snilldarverkfæri til þess að lyfta upp umræðinu og þetta eiginlega hugsað til þess að bregðast fljótt við og það dregur þá úr hættun á því að fólk þrói með sér svona vanda til sem að fær bara þróast í skjóli nætur eiginlega ef svo má segja og erfiðar að snúa og vinda ofan af því. Þetta hægt að nota þessi dæmi þarna sem að umræðir hægt að nota þau á námskeiðum í starfsþjálfun, í svona hópum sem geta spjalla saman og hvet ykkur bara til þess að skoða þetta. Við höfum kannski ekki tíma til þess að fara onni hvert og eitt af þessum en ég tók 2 dæmi hérna, annars vegar af vinnustaða sem vinna karl og kvenna, mjög ólík störf, væri hægt að hugsa það öðruvísi til að auka fjölbreytni beggja hópa og þarna lítið fjölskyldufyrirtæki sem hefur stækkað og algjörlega sprungið og vinnuaðstöðurnar orðnar flóknar og erfiðar, hvernig hægt að mögulega að taka á því. Og hérna svona yfirlitsmynd yfir allt sem þarna í bæklingnum, þannig að hvet ykkur bara til þess að skoða þetta. Þetta svona nýtt verkfæri, fannst okkur og gaman að segja frá því. En það sem að skiptir hér, svona ef ég fer nú að draga þetta saman og komast á endastöð, að ábyrgð og samvinna í ferlinu, það rosalega mikill kjarnaþáttur og að það takist að skapa öryggismenningu á vinnustaðnum og í rauninni það sem að þarf að gera að taka stöðuna reglulega, tryggja starfsmennirnir séu með, fylgja hlutunum eftir og skrá og mun eftir stoðkerfinu því að forvarnir við skipulagningu vinnustaða og hönnun nýrrar vinnuaðstöðu, það númer 1, 2 og 10. Við lærðum það hjá Andersi í upphafi. Og síðan langar mig bara að þetta í þessari reglugerð sem ég nefndi þarna í byrjun skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfsins aftast í þeirri reglugerð þá finnið þið þennan kafla alveg viðmiðuð forvarnir og þar segir að atvinnurekandinn skuli byggja á eftirfarandi viðmiðum meðal annars þetta móta heildstæða stefnu forvarnir sem tekur á tækni og skipulagi vinnuna, vinnuskilyrðum, félagslegum tengslum og öðrum þáttum sem tengjast vinnuumhverfinu. Þannig að það eitthvað sem að væri gríðarlega
jákvætt að sjá gerast og vissulega, það er ýmis fyrirtæki sem þegar hafa stigið þetta skref. Þetta myndum við vilja sjá vaxa og verða ríkjandi í svona hugsun og rekstri fyrirtækja. Hérna alls konar verkfæri og upplýsingar inn á þessari heimasíðu verkefnisins, þannig að þetta getur þið skoðað og þá held ég að ég sé bara komin í land og kannski búin að eyða öllum tímanum, Gunnhildur, eða hvað? Heyrðu, það þarna ein spurning komin, byrju ég það nú að finna hana hérna eitt staðar. Ég virðist ekki sjá hana hjá mér. Sjá, ég aðeins að reyna að finna þessa spurning. Já. Hversu stór hluti stoðkerfisvanda vegna vinnuslysa? Spurt hérna á samskiptakerfinu. Bara örstutt og alveg 1 mínútu. Já, það svari verður enn stuttra vegna þess að ég hef ekki þær upplýsingar, en vissulega eitthvað sem að væri mjög gagnlegt og áhugavert að skoða. Já, ég sammála því og vonandi verður bara hægt að svara þessari spurningu á öðrum vettvangi því að við erum akkurat komið tíma. Kærar þakkir Þórunn fyrir þitt skelegga og góða erindi og þá langar mig að biðja forstjóra Vinnueftirlitsins, Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttur, að eiga hér síðustu orðin og slíta ráðstefnunni. Ég þakka fyrir mig og gjörðu svo vel, Hanna Sigríður. Kærar þakkir Gunnhildur. Það er búið að vera mjög gaman að vera hérna með ykkur í dag og hlusta á þessi áhugaverðu erindi og mér langar því að byrja því að þakka fyrirlesurunum hérna í dag fyrir framlag þeirra við að leiða okkur fyrir sjónir mikilvægi forvarna til að koma í veg fyrir vinnutengdan stoðkerfisvanda og samfélagslegan kostnað sem honum fylgir, mikilvægi starfsendurhæfingar og ekki síðast ekki síst þau neikvæðu áhrif á lífsgæði þeirra sem við hann glíma. Og þar ég svo sannarlega sammála henni Þóru að peningar koma aldrei í staðinn fyrir heilsuna. Það er ánægjulegt líka að sjá hversu margir hafa gefið sér tíma til að vera hérna með okkur í dag, enda erum við að tala hér alvöru mál sem að teygir anga sína út allt samfélagið okkar. Það hefur verið tilhneiging síðustu missera að horfa meira til kvennastétta þegar við erum að ræða stoðkerfisvanda og þá helst til umönnunarstarfa og starfa þar sem tæknin hefur leitt til einhæfri vinnu, svo sem framleiðslustarfa, þar sem konur eru kannski meirihluta. En það hins vegar alveg ljóst og það megum við ekki gleyma að karlar glíma ekki síður við stoðkerfisvanda en konur. Og langar mig því að nefna sérstaklega mannvirkjagerðina, þar sem að karlar starfa í meirihluta. Mér langar mjög mikið að sjá meiri umræðu þann geira og að hverju þurfa að gæta þar og ráðleggingur góða líkamsbeitingu við hin ýmsu störf og þar getum við nefnt píparann sem að bórar undir vaskinu mörgum sinnum á dag eða málarann sem vanur að mála upp fyrir sig daginn út og daginn inn og ekkert að velta kannski mikið fyrir sér hvernig hann að beita líkamannum. Það sem ég langar líka að leggja áherslu á og ítrekað hefur komið hér fram í dag að við megum ekki líta fram hjá því að vinnuskipulag og félagslegt vinnuumhverfi getur leitt til vinnutengt stoðkerfisvanda eða minnsta kosti ýtt undir hann. Þarna oft ákveðin skörun sem að við gefum ekki nógu mikinn gaum og við þurfum að huga hvoru tveggja, það félagslegum áhættuþáttum sem og þátt með varðarhreyf og stoðkerfi þegar við viljum koma í veg fyrir vinnutengt stoðkerfisvandamál. Það oft erfitt að sjá þessi tengsl og það þarf að grafa djúpt en það mjög mikilvægt ef við ætlum að koma í veg fyrir þennan fimleiða vanda. Og ekki síst, við verðum að vera meðvituð að þessir áhættuþættir eru fyrir hendi jafnt inn á blönduðum vinnustöðum og á vinnustöðum þar sem ýmist konur eða karlar eru ráðandi. Því að það eins og ég sagði áðan að það tilhneiging að tala oftar stoðkerfisvanda í tengslu við hefðbundin kvennastörf og því þurfum við að breyta. Síðan þetta sem kannski svolítið sástundum að það bara ofta ekki flókin eða kostnaðarsöm ráð sem verið að ráðleggja fólki þannig að koma í veg fyrir stoðkerfisvanda til lengri tíma og það vill oft vera þannig að við erum að spara aurinn í tækjakaupum sem gætu komið í veg fyrir stoðkerfisvandan en köstum síðan krónunni í fjarvistir og minni framleiðni þegar óefni komið. Og ég held að það séu mörg okkar sem þekkjum þetta.
Áður en ég lýk þessu hérna í dag að þá langar mig einnig að minna okkur öll á ábyrgð okkar sjálfra á eigin líðan. Við berum ju öll ábyrgð á hvernig við berum okkur við vinnun okkar og við þekkjum það líka öll að það getur tekið tíma og orku að tileinka sér nýjar vinnuaðferðir sem eru okkur til góðs til lengri tíma og oft sér maður ekki alltaf inn í framtíðina í annríki dagsins og okkur því hættara á að þegar við erum að vinna störf okkar að hugsa bara ég miklu fljótara að gera þetta eins og ég vön og halda áfram að vinnuaðferðum sem að koma síðan í bakið á okkur og oft bara í orðsins fyrstu merkingu. Þannig að við þurfum aðeins stundum að hægja okkur í dagsins önn og skoða erum við að gera hlutina rétt eða getum við gert á eitthvað betur. Og ég eins og aðrir hér í dag hef mjög oft velt fyrir mér af hverju svo margir glíma við vinnutengdan stoðkerfisvanda og þetta erum við líka að sjá að sjálfsögðu eins og hefur oft komið inn á í dag að sjá í nýgengi örorku á hverjum tíma og þegar við vitum svona mikið hvernig við getum komið í veg fyrir þennan vanda. Og þess vegna ætlum við hjá Vinnueftirlitinu að leggja okkar á vogarskálirnar á næstu 2 árum við að hvetja til samhents átaks í því markmið að draga úr vinnutengdum stoðkerfisvanda á innlendum vinnumarkaði og vil ég því þakka ráðherra sérstaklega fyrir framlag hans til þessara vinnu sem gerur okkur kleift að auka fræðslu og kynningu til almennings á ýmsum ráðum og leiðbeiningum sem að ég vona að margir geti tileinkað sér og nýtt sér til framtíðar. Við erum þegar byrjuð því að við í 35 daga höfum við komið með góð ráð á fésbókarsíðu Vinnueftirlitsins sem vonandi hefur gagnast einhverjum ykkar við dagleg störf en þessi ráð verða áfram aðgengileg á vefsíðu okkar og sjálfsögðu á heimasíðunni. Við hlökkum til að vinna áfram með ykkur að þessu mikilvæga verkefni því að þessi ráðstefna bara byrjun. Það get ég alveg fullyrt hér í dag. Ég ætla að láta þetta vera lokaorðin í kvöld og ég þakka ykkur enn og aftur fyrir að fylgjast með okkur og vera með okkur í dag og segir ráðstefnu þessari hér með slitið. Kærar þakkir.